Niin valkoinen mingamesko. Nyt Arpi! Han tycker vi slår bort det! Look, I am a robot. Now attack! Witch-dottern är slaughtrat en ostrakill! Nej. Það er prófa sopp upp í okkur hérna sko. Já, verið sæl og verið velkomin á þennan geggjaðan dag. Ég heiti Breki og við erum komin til að fylgjast með litlu kraftverðardeildinni á milli Mínklúbbnum og Kitty Curry. Ég er með mér hérna geðugan Kaster. Blessaði Breki, hesturinn hérna. Þetta er svakaleg viðureign sem er að fara að byrja núna. Já, ég er svolítið spenntið fyrir sko. Þetta er skemmtileg leik. Maður hefur svolítið að vera að fylgjast með þeim og hérna. Já, náttúrulega Mím-klúbburinn er náttúrulega bara legend hérna á íslensku sinni. Og Kitty Curry er vist eitthvað legend fyrir nokkrum árum síðan. Sérst af leikmanni. En þetta verður bara mjög spennandi að fylgjast með þessu og sjá hvernig þetta mun ganga fyrir sig. Einmitt. Ég er líka rosalega glaður að fá þig sem Kaster. Þetta er svona blast from the past. Já, þetta hefur alltaf verið gaman hjá okkur að lýsa, þannig að ég bara hlakka mjög mikið til, sko. Það er gaman að vera komin hérna líka. Þetta er líka, já, við erum hérna í Arena og þetta er búin að vera geggjað, þú veist, að geggjað production, þetta er svo vel gert, geggjuð aðstæða og þeir hérna sem eru í stúdíunni, þeir eru búin að vinna að sér hart, sko. Já, bara production value er bara mjög, maður verður einmitt að gefa þeim props hérna og það er líka bara svo gaman að vera komið hérna í Dota-sinni og lýsa skemmtilegum leikjum hérna í litlu kraftverðardeildinni og ég hlakka bara til að sjá hana fyrsta leik og hvernig já, og það er einmitt eitthvað sem gerði svolítið með hennar leik nummer 1, eða ekki? Jú, sko, við erum bara að fara að lýsa einum leik í dag og það er Game 2 út af það sem kom fyrir í Game 1. Það voru einhver teknilega örðuleikar hjá einu leikmanni sem er ekki hægt að útskýra betur en það en það verður bara, það gerist. Mannleg mistök geta gerst og þá verðum við bara að horfa á næsta leik og taka því eins og það er. Það sem gerist er að Fjörlalli, hann abandaði leikinn. Já, ég veit ekki alveg hvernig hann fór að því. Og þau þurftu að gefa hann þá, þannig að þetta var sigur fyrir Kitty Curry út af Fjörlalli. Það er eftir sárt fyrir Mím-klúbbinn en þeir bara vaða ótröður áfram í næsta leik og hann Fjörlalli reynir þá bara að passa puttana sína fyrir næsta leik, hvernig hann ítir á takana. Það getur oft verið svolítið erfitt, hvernig maður... Það hefur gerst þið mikið stand með svona abandon hluti að, veist, ég var að spila leik og ég þurfti að restarta Dota. Þannig að ég disconnecta og sen ætlaði ég að fara úr Dota, fara í exit-takkan og sen ítti ég bara OK eða yes, hvort það sem var og sen kemur ljósa að ég bandaði leikinn. Þannig að þetta var eitthvað, og ég var svo pirrað sko, að missa eitthvað svona MMR. En það er náttúrulega, þú veist, það er annað að gera það rankleik og síðan kannski vera í einhvernum official. Já, ég veit, það er smá munur. En enn og aftur, þá bara getur þetta gerst og svona er þetta bara stundum. Já, þetta er rosalega hryttið sko. Hérna, ég held að við ætlum bara að hoppa beint í leikinn, en áður en við gerum það, þá ætlum við að fara í smá auglýsingar, þannig að gjör svo vel. Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good.
I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tilt Booth challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Heyrðu, það draftið bara að byrja. Já, bara byrjar þetta. Við þurfum að fara hratt yfir þetta. Banna, Shadow Demon og Tekkis. Shadow Demon og Tekkis. Shadow Demon er náttúrulega mjög góð hetja. Tekkis, ég veit ekki með það. Þetta er eitthvað svona svolítið built-in. Hvort að Kitty Kari er eitthvað að spila það. Windrange er líka bönnuð. Já, sko, með Tekkis, það eru svona nokkrir playerar í deildinni sem eru alveg bara Tekkis nördar. Okay, og það keppa á móti pyrruðum Tekkis. Það er infuriating. Já, það er enda, þetta er hetja sem getur verið mjög góð. En þú skoða bönni hjá Kitty Kari, þá er það Lone Druid, Sun King, Monkey King og Underlord. Hvað finnst þér um þetta, Breki? Ég held að þetta sé bara fínt. SK og Underlord. Það er hérna, þetta er bara meta-bönn held ég. Jú. Orja heitjur og SK er bara mjög sterk. Meiri metalikt að þessu hjá Kitty Kari hjá bönnunum. Pikkað er Lion. Hver ætli sé að spila Lion hjá mínklubnum? Það er hérna... Sko það er Alfons sem er Emil Lönneberg, eða ekki, og síðan Smörkarinn sem er hard support hjá mínklubnum. Er hann ekki nýr í mínklubnum? Jú, hann er nýr inni mitt, heyrði ég sko. Þannig að það hefur nú alltaf verið eitthvað smá breyting hjá mínklubnum eftir mismunandi deildum hjá þeim sko. Kitty Kari, þeir farið Sniper. Ég hef séð að liðið okkar eru mjög mikið að spila Sniper support. Já. Eða fjarkan. Sniper fjarkinn. Ég finnst þetta að vera alveg, getur verið mjög gott pick sko. Já, sérstaklega út með einhverja strength melee hitjur með þér sko. Og þá ertu bara að spamma shrapnel. Já, tekur shrapnel facetinn, með blood grenade. Þetta getur verið gott, en að sama skapi náttúrulega þarf fjarkinn að vera smá grít og geta farmað og vera á réttum stöðum. Já. Það er hægt að punish þetta, en þetta getur verið mjög gott pick. Þetta getur líka bara verið carry, einfaldlega. Já, klálega sko. Þú sjáum við hérna Centaur og Luna bætast við sem bönn hjá mínklubnum. Og Drá, þetta er náttúrulega bara Jinger bann hjá Kitty Kari. Banna hérna Jingerinn. Það er náttúrulega að gefa honum respekt sko. Já, þetta er signature, alvöru signature hetja sko. Þegar menn hugsa Drá hjá einhverju leikmanni þá er Jingerinn fljótur að koma upp sko. Númer 1. Já, Tusk kemur hérna sem pick hjá Kitty Kari. Hann hefur líka verið rosalega solid og sérstaklega á TI, sá ég. Já. Það var rosalega mikið pikkaður. Hann var náttúrulega nerfað hann að Drinking Buddies. Það var frekar broken. Maður sá það að Liquid var að spila þetta sem unnu TI mitt. Það var bara alltaf verið að pikka Tusk aftur og aftur sko. Já. Þetta er líka bara mjög góð hetja, þessi myndir sko. Allt í toolkitinu sinni. Já, í rauninni sko. Það er verið að bíða eftir picks hjá mínklubnum. Svolítið að hugsa málið sko. Gott að nýta tímann samt. Maður segir það ekki alltaf hjá þessu. Nei, og það getur gert. Það er líka mismunandi á drafturum. Hvernig þeir eru að pikka og hvað þeir taka langa tíma. Hversu menn eru fastir í pikkunum sínum. Eða hvort þeir verið að breyta eitthvað til. Þegar maður hefur séð það í íslensku deildinni að sum lið eru svolítið föst á hvað kannski offlanerinn og supportarnir eru að spila. Og síðan getur verið eitthvað fjölbreytileiki í carry og mid. Já. En svo er ákveðin lið sem að bara, það er einhvern veginn svona, það pikka meira og meiri fjölbreytileiki. Já, einmitt. Já, það eru sumir sem eru bara að spila, sína hitjur og... Já. Hafa bara cozy í deildinni. Menn eru bara í cozy, maður eru bara, taka bara 2-3 hitjur og það er það best til sigur, sko, að vera bara með eitthvað gerfi. Þetta er bara annar rangleikur. Já. Það tökum bara hérna... En Dota er náttúrulega bara þannig leikur, það getur verið anything goes og þú getur látið allt virka. Ég meina, ég hef verið á móti PA support og PA-n var síðan bara kláraði leikinn á móti manni og maður hugsa bara, hvað er í gangi? En svo, það er bara fegurinn við Dota að, auðvitað kallast þetta gríf, en þú veist, stundum virkar þetta. Já, segir ekki að þetta sé, þú veist, game of, hvað er það, mistakes eða eitthvað svona? Jú, þú veist, í rauninni getur þú þannig að allt getur verið support ef þú bara spila leinið nokkur veginn vel. En... Bara rétt, skilur. Já, sjáum við kunguna. Ég fíla hana.
og hún rosalega sterk sko. Ég var verið að kíkja á hana áðan og hún rosalega hvað svona tanki, þótt hann var nerfið. Já, var nerfa náttúrulega hann hvort það sé ekki fasettið hann, ég man ekki alveg hvað það heiti, það er hann já, akkurat, það var nerfa. En þetta er eina mest spiluðu hetjunum hjá Jóaldæði mitt, hann er með kungu þar inni. Pikkaði Razor. Það er líka bara solid. En ég ætlaði að segja með könguna sko út að hann er með rosalega mikið svona damage over time dæmi í staði fyrir að taka allt strax. Já. Þá svona tekur það niður yfir tíma og hann er með fastset X marks the spot. Ég held að hann fær svona damage þaðan og sen er römmið og sen er líka með ultimate, það er 3 abilities. En þetta er líka bara voða stabil mid-hitja eða offlane-hitja oft, hún er svona veggur og getur stressa playeri með að labba inn, getur sókað damage, getur gert fullt af spelum, er smá skill-based auðvitað, en þú veist, getur verið bara mjög fínt toolkit upp á það sem liðið vil gera sko. Ef þú kannt líka að spila með X marks the spot, þá er það oft bara guaranteed kill ef einhver átt á Já, klálega. Er Razor flex hjá þeim eða er þetta carry? Getur það verið flex á carry eða offlane? Spilar hann fjörulali Razor? Eitthvað, veistu það? Ég held það sko. Af því að hann hefur nú verið sko support og offlane hjá Míklónum í gegnum tíðina. Hann hefur verið flexast á support og offlane. Hann er að spila offlane núna. Já, klálega sko. Þannig að það er líka bara skemmtilegt kombo og Razor kombo sko. Mér finnst þær virka vel saman. Þetta er svolítið svona mid to early sko. Razor er alltaf þannig hetja, hann getur verið sem carry bara frekar svona early. Já. Tekið fæta, pikkaði Clock á Kit carry. Er þetta ekki core sniper þá? Þetta er core sniper held ég bara núna, það er alveg orðið staðfest. Ég held að þeir sé að pikka sniperin mid og þú sér það náttúrulega bara í 10, þá var sniper pikkaði bara first phase bara og var að gera bara mjög góða hluti. Bara mjög strong laner, en það er náttúrulega spurning hvaða mid hetja er að fara að countera hans sérstaklega. Það er náttúrulega spurning, þeir eru með kungu og Razor. Er þetta hetju sem að geta farið toe-to við sniperinn á milli? Ég held að Kanga geta alveg gert það. Tekur ekki damage. Nei, ég meina þú veist, sniperinn alltaf vill bara last þetta að denæja betur og harassa þig og það eru sem players sem geta spila sniperinn mjög vel en þetta getur líka verið brotætt hetja eins og hefur sýnt sig í mörgum leikjum. Já. En veistu core sniper, hvort hann tekur Gillisuit eða Q-set hit? Ég held að hann taki Gillisuit. Ég held að Shrapnel sé meira support og mid en ég svo sem reyndar ekki það mikið sniperspilar en ég verða við ekki en ég er ekki alveg, ég tók support sniper núna fyrsta leik bara daginn. Já. Þannig að, jú það er góð spurning sko. En sniper carry nú frekar sjálf, núna erum við að tala saman sko. Núna kemur minn maður. Hetja. Já, ég BB-inn sko, eða Drísillinn eins og ég kýsa að kalla hann. Við þurfum að fylgjast vel með honum sko. Já, nú verður gaman sko, nú fyrst byrja ballið sko. Við erum Bristleback professor hérna með okkur. Já, sko, Bristlebackinn nú vantarlega offlane hjá Kittakari. Nú kemur bara beint svona matchup á Bristle sem er PA. PA hefur náttúrulega verið tiltölulega gott matchup á Bristleback. Já, er það ekki aðalega bara út af þessu break og síðan bara mikið burst? Innate breakið og burstið og ef menn eru bara tilbúnir að góa á Bristolinu á réttum tíma þá er PA eina af betri hitjunum sem að tekur hann í rauninni. Síðan líka með Lion hana fyrir Já, akkurat. Þeir eru rauninni með mjög gott toolkit á móti Bristleback í þessum leik myndi ég halda sko. Já. En ef að Bristol fær að farma og fær svona axe og kannski fleira item að þá náttúrulega sýnir sig að þetta getur verið besti veggur ef maður hugsa um offlane hetjur eða mid hetjur sem svona veggur. Þetta er eina betri hetjur sem bara er ekki hægt að ýta í burtu. Hann bara tekur pláss, er frekar unkillable og hann... En það er pæling, hver myndi fara með Bristleback? Og það, Tusk og Clockwork eru bæði svona fjarka hetjur myndi Já. Sko þetta er náttúrulega orðið svolítið... Þetta er svolítið flex, finnst mér. En ég held að Tusk og Clockwork séu supportanir, sko. Og mér sýnist að Míklunum vantar support. Já. Þeir eru búin að taka alla core-hitjunar. Svona náttúrulega, ef að menn náttúrulega fara djúpt onni the rabbit hole, þá náttúrulega getur þú tekið Bristleback post 5, eins og þeir gerðu Falcons. Ég hef tekið það. Þetta er skemmtilegt mím sko, þú fær bara í gúið og svona. Já, ég veit ekki með það sko, ég held að... Menn verður pirraðar úti í liðinu, en þú hefur gaman.
og það ekki það sem allir vilja í Dota, hafa gaman sjálfur. Hafa gaman eða nýju reports. Nýju report, hafa gaman, en jú, að mestu líkindu þá þetta náttúrulega bara offlane Bristleback held ég og hugsanlega þetta annarkvort roaming Tusk eða Clock. Ég myndi halda að Clock væri betri 5 í þessu tilviki. Ok. Sko, það náttúrulega pæling að sniper sig carry og Tusk eða Clock sig með honum niðri, það lane sem eru frekar stabíl og virka. Þeir eru að pikka mid, sko. Meme-klúbburinn heldur þetta sé að þeim vanti carry, þetta sé sniper mid. Já, þú sé að það banna carry hann að Weavers. Kitty carry að banna supporta, já. Já, það Hoodwink og það hann Vengeful, já, ég kalla alltaf það swap-gæluna en það annar mál. Og Viper síðan bannaði líka hjá meme-klúbbnum. Já, ef sniper sé ekki mid þar. Sko, ég held að meme-klúbbnum sé með aðeins meira svona stabíla line-up en Kitty Carry með spicy line-up, ég fíla þetta. Þetta líka svolítið flexi á þeim, sko, og þeir eru meira, mér sýnist bara strax að þeir eru meira í að ganga og róma og svona meðan meme-klúbburinn vill bara farma með PA og Razor og svona. En þú veist, hann Íslandsdreikinn kominn. Og það verður að segjast, Íslandsdreikinn með fáránlegt winrate hérna í þessu litlu deild. Menn voru að skoða það áðan að það var bara, já, ég náði ekki alveg prósentuna en það var komið 60-70 eða ekki. Það var alveg... Já, meira sko, það er búin að vera að spila 11 leikir í deildinni. Já. Af Jakiro, hún er búin að spila 11 leiki og Jakiro er búin að vinna 10. Já. 91% winrate! Þetta ekki eðlilegt. Herri, bara gjöru svo vel að banna hennan Íslandsdreika hérna í hrá, sko. Eða ef vilja vinna leiki, þá bara Jakiro. Menn ættu bara first face Jakiro eða first face ban eða pick, sko. En það verður komið með liði hjá meme-klúbbnum. Sko, ok. Og Kitty Carry Cop. Já, ok. Þetta er þá Carry Sniper. Þetta er Carry Sniper. Ég myndi að halda Bristleback. Boyserinn, já, það Clockwork er fjarkinn og hann ST er 5-man hjá Kitty Carry. Þetta er offlane Razor með Jakiro. Já. Og PA og Lion, já. Alright, mér líst vel á þetta draft hjá Kitty Carry. Mér finnst það að vera meira svona, þú veist, í toolkitinu, það er meira fyrst mér. Já, þetta er náttúrulega, ég er alltaf smá bíast út af mínum My Boy BB, sko, en ég held að þetta sé samt frekar svona even leikur. Náttúrulega, Sniper og Bristleback þurfa að eiga góðan leik til þess að Kitty Carry fari stað, það er auðveldri execution, en að sama skapi þá náttúrulega þarf Jingerinn að geta farma og komast í þessi item til þess að vera effektífur inn í midgamið. En ef við erum að tala um meme-klúbbinn síðan, að þeir eiga eftir svolítið að snowballa eða fá smá farm. Þú veist, á nokkur pick-offs hér og þar þá eiga eftir að vera rosalega sterkir. Já, klálega. Með rosalegt teamfight. Þeir eru náttúrulega með svakalegt teamfight eða þú horfir á það, sko. Gunga, Razorinn getur linkað og Razorinn náttúrulega getur, þú veist, ef hann kemst í ykkur item og getur linkað á Sniperinn eða Bristlebackinn, þá náttúrulega geta þeir gert helling. Þeir eru með gott setup frá hann Jakiro, Lion getur stönna, Sheepað. Þú veist, þeir eru með mjög mikið gott CC, sko. Já. En menn hafa verið að tala um að X-faktorinn hjá Kitty Carry er þessi Cromwell maður, sko, og ef hann á góðan leika, þá eru menn vist bara góðri leið. Já. Og þá flýgur þetta leið áfram, sko. Við höfum líka verið svolítið að sjá Cop í leikjum, ekki? Við séum nokkur skipti. Og mér finnst rosalega skemmtilegt bildi, þess að metta bildi hjá henni núna er level 1 Dagon. Já. Það farið bara... Ég held alltaf að Dagonin væri svolítið svona meme en það hefur vist bara... Það hefur alveg verið að ganga, sko. Sérstaklega að fara hann early síðan. Já. Það var alveg mikið damage, level 1. Já. Eins og við vitum. En ef við byrjum hérna á Kitty Carry, þá er það Cromwell á Queen of Pain og það er QT á Sniper. Boyserini er á Clockinum, ST er á Tuskinum og síðan er það Bristleback sjálfur er Túra, já. Bæði liðin byrja að smóka, en síðan erum við með hérna Alfonso Jakiro, Mörker og Lion, Jóalda
á sinni köngu, Jingerinn á PA, fyrir hratt yfir þetta þegar eitthvað að fara að gerast og síðan Fjörulali á Razor. Koma svo, nú byrjar þetta sko. Smokin breykar, Já, Ward, flottur. Snæpurinn, geggja snögg. Ég held að snæpurinn sé bara, hann er bara börstaði niður og nú leikni. tekinn sko. Túra að sóka smá damage á Quill. Reyna að bakka. Já. Jingerinn er að lemja Bolser inni og Alfons er í vandræðum hérna með báða. Til ná Jakiro í staði. Jakiro er fallinn. Nú eru allir í dagir svolítið low. Mörk er ennþá í junglinu með Jingerinn. Spurning hvort eitthvað meira gerist. Þeir eru að pinga Lion, þeir sjá hann. Lion hlöftu. Hann er með stannið, sko, blóðgrinnað. Erðu Þriggja manna fallið stöðn. 3 manna stöðn Það hérna. er samt 8 sekundur í TP. Hann er bara búið til space. Já. Það er ekkert annað í boði hjá honum. Erðu Cutie kemur bara. Hann er alltaf secure. Já, hann securear þetta. Smá nesti fyrir Reign Stage. 1 döð, 1 kill og 1 assist. Þetta byrja vel. Á mínútu 0, sko. Já. Það er rúglega fyndið. Jingerinn fer í stikk. Jingerinn er level 25 á P. Þetta er þessi. Já, ég heit ekki önnur signature hérna á honum. En það er sniðugt samt hann fyrir stikk á móti Bristleback. Það er bara En það er klassík sko. bara eitthvað mest. Náttúrulega PA og Bristleback þá ferðu náttúrulega í stikk á bóti báðum hetjum. Já, ég veit. Fjörulali er í smá vandræðum. Nei, hann lappar þetta á sér. Jakiro en hann er líka með support early game. Þetta er alveg svo að spila skák. Þetta er ákveðin skák sko. Já. Nær báðum körjörnum. Úff. Það er geðveikt. Emil í Lönneberg. Nokkur síðan hann að Ætlar hann að high five á móti? Það er eiginlega meira microgame. Nei, hann lætur það vera. Töskunum bara lemja, hann er samt ekkert neinu killi í level 1. Midd matchspilið. Við hvorum eru middspilarar. Þannig að það vantar svolítið upp í kittina. En hvort finnst þér vera, með betra... Mér finnst þetta að vera frekar even sko. Kunga ánægulega geta farma bara deny og hann verður ekki búljar held ég af Queen of Pain út af leininu. Já. Já, þeir eru allavega frekar jafnir, þeir eru frekar jafnir, þetta er bara slugfest. Þorinn. Ég hefði haldið það, en svo sem eru náttúrulega mjög góðir Queen of Pain spilar hann úti sem að geta búljað, en er ekki Kunga svolítið bara stabil mid-hetja, þetta er svona eins og Gekko. Þetta er topp, Bolser inni er í vandræðum. Túra fer inn síðan með ekkert mana og HP. Túra getur við vandræðum. Já, Jingerinn er alveg gott kill hann að topp. Gott kill hjá Jinger. Notaði stick charges líka. Veit. Ég er að fara að hlakka í mig fyrir late game eða þessum leik sko. Þetta er P.A. á móti Bristleback. Það er að líta vel út. Já. En við sjáum síðan Jóalda er langt á undan, já ekki langt á undan, hann er allavega á undan hérna í last hit. Síðan er Fjörulali með 9. Sko með þetta lane bottom, ég held að, Tösku er svolítið svona heitja sem vil fá að drepa, sérstaklega frá levels. Já. En Mínklubbin er með Jakiro hana til að stoppa það allt. Þetta er mjög gott lane í rauninni hjá Mínklubbinu sko. Já, ég held það að Jóvalda eftir að fá fínt lane. Já, ég held það líka. Cromwell er super low. Cromwell er í bobba sko. Hann er samt með kuldan á klífinu. Þannig að... Já. Ó, það kom upp. Þetta er svo pirrandi líka. Á, love tap. Já, Thorren. Það er ekki hittir en hann er ekki með neitt eftir. Þetta er svo fyndið líka með Kanga, þetta er bara passive chip damage. Í rauninni sko, ef þú hittir þessu vel, þá er þetta náttúrulega líka harass. Þess vegna er hann svona stabil, hann er tanki og hann getur harassað vel á móti sko. Það er mitt. Líka bara ef þú notar það on cooldown, þá þarf hinn að kaupa svo mikið regen. Hún er sann með bottle sko, en það er alveg hægt að kontesta. Herðu, Bolsirinn fyrir aftur að reyna að harassa eitthvað, þeir snúa þessu við bara. Þetta er bara að líta svolítið grimm út hérna á offlaneinu. Þarna í bili, en þetta er... Líka Lioninn hann að sjúa Bristlebackinn, hann á ekkert eftir að eiga neitt manna. Þeir pikkuðu hann í first phase, þannig hann var í rauninu smá counterpick í byrjun. Jóvalda er svolítið low, en við sýnist að hann lifir þetta. Cromwell reynda að blinka á eftir honum.
Waterrune MVP. Live to fight another day, sko. Og síðan 2 bounty runes. Já, hann kemur aftur í lane með fullt á fyrir, sko. Ekkert mál. Mér finnst þetta að vera frekar jaft hann að bottom og mid líka. Þetta frekar leiðilega leikur fyrir Byssuback. Það hefði verið að manadreina bara off búltan. Það reyndar mid, sko. Ég held að það er þessu sinnsminn með vestið, sko. Pásaður. Er einhverju ástæða gefin? Alltaf sig. Ekki að banda hana, please. Menn eru eitthvað hrættir frá síðan. Já, Það er gott að menn haldi í húmórinn. Það, þú veist, þetta er... Ég held að enginn var að fleima. Nei, þetta var bara svona casual ábending á hvað getur gerst og menn vilja bara ekki að það endurtaka sig. Þetta er svo klassist líka, þú veist, að bandana í svona semi-pro tournament. Já. Official leik, skilur. Já, ég meina, auðvitað eru öll lið hérna til þess að vinna og það er bara þannig að menn vilja ekkert missa leiki hérna í ykkur léttu. Það veit ég ekki. Sjáum við hérna fallega kjúkling. Hann er fegurðin ein. Hver er þinn go-to career? Nefnum við gemum þetta. Já, þetta er food for thought. Uppáhaldskarriér. Yes. Jingir er að fá gott space top, en samt, veist, maður sér að Byssuback er eiginlega á fjörlalli bottom. Fjörlalli, ekki. Píi er svona hetja samt, sko, ef hann fær kills og kemst í battlefjörðið sitt svona aðeins, fær svona boost inn í það er ekki eins og þú vilt hafa. Þú vilt geta hana ítt þessi hetju út af leininu, sko. Við sjáum líka hérna fjörlalli deyr. Fjörlalli, þetta er bara power of the sniper, sko. Já, líka Jakiro var ekki hérna til stað og síðan er mitt deyr komið þannig að... Jakiro hefur verið að segja, ég var aðeins, hvað? Það er komin aftur live. Fjörlalli, smátsittan. linkar aðeins hana. Ég held að það er komin bottom, hann er að ganga. Þeir eru ekki með vision, herðu, ég fara á beint. Jóald að dæfa bara. Það fara á QT undir táið líka. En það er engin TP. Mér finnst að snæpirinn snitt auður. ST er low líka. Jóald að tankar þetta bara af sér. ST deyr líka og Pólsir inni er næstur rugla. Þetta er fallið dive hjá hann Mingblum. Já, ná 2 kills hana. Og þeir fara undir táið og enginn er að taka damage líka. Þau eru svo tanky. Herðu, horfðu á lastis, þetta er bara hnífjaft. Já, mjög close allavega, sko. Algjörlega. Herðu, Cromwell hann er með ult í bottom. Hann er með ult. Já. Þetta er gott find. Hver er þessi Cromwell eiginlega? Hver er þessi Cromwell? Hvað ættum að kalla hann Chromium, hann er svo góður. Chromium vel, sko. Cromwell, já. Það er greinlegt að fólk þarf að horfa á hennar menn meira, sko. Ég veit. Mér finnst hann svo, Jingir alltaf Jóald ætti að fara að rotata svolítið meira núna. Hann er komið með ult og hann er komið með kitið sitt. Hvað er hann að builda? Hann er að fara í Facebook. Það er að fara í Blade Mail eða hvaða build er hann að builda núna þessa dagina? Er hann ekki bara að fara í klassíska, þú veist, svolítið tankað sig upp í byrjunum þegar hann fara bara aðganinn sko sjálf. Fjörlalli í vandræðum. Næra að koma, fallið tækpað. En þeir standa það að sér. Tuskin Drinking Buddies á vitlausu mannesku, eða ekki? Getur hann ekki gert það á enemies? Nei, þú gerir þetta bara vinni. Bara vinni, ok. Þá fær sniper attack speed held ég og movement speed. Ok, já, ég skil. Er ekki hægt að gera á enemies líka? Þú getur gert þetta meira á svona micro hit... Nú er eitthvað pás í gangi. Hvað er í gangi? Nei, herruðu, það kemur aftur inn. Þetta var brókin að setja þetta á hann Familiar, fuglana hjá hann Visits. Ég gerði það mitt að 10 líka, þá drengi bötta sér hann fuglana. Það er eitthvað svona sveitt. Það er sveitt. Tech. Það er international tech. Það er ákveð nördatech, sko. Já, og það fyrir náttúrulega í pugs líka og það. Já. Fjörulalli, hvað er Fjörulalli að fara í? Hann er að fara hann er komið með Facebook. Það er bara Jasta og BKB. Jasta og BKB, já. Hann er alltaf að fara í Manta BKB kannski. Tingerinn, nær, Byssuback. Já. Hann er ekkert að eiga fínt lane, sko. Þótt hann sé alveg svolítið að halda í last hittinum.
þá hann samt ekki að eiga gott leik, hann missa fullt af XP, Já, aldrei náða neitt að harasa, hann að PA fær tiltölulega frítt lane, sko, þannig að þetta mjög erfitt. þetta aðeins erfitt fyrir BB-in, verði að viðurkenna, en stundum þetta bara svona offlane, maður leggur upp úr einhverju og laning stage virðist ekki ganga jafnvel, en þá bara síðan stakka verð. Þarna að loksins að ganga PA-inu en ná þessu þarna. Heyrðu, Og lænin snæpurinn fór í geitið til að snúa því Jóldaði mætti samt. Jóld í vandræðum. 1 á móti 5. Þetta sjáðu hvernig tanki. Hann að drepa fólk til línu. En það vorð? Nei, fjörulalli. Nei! Ekki aftur. Ekki aftur! Hann að passa sig. Eins gott, sko. Ég verð að viðkenna það sem að Túra að segja. Þetta stressandi, sko. Maður veit aldrei hvort maðurinn sé að fara, eða koma eða fara. Ég veit. Heyrðu, aftur. Uppáhaldskarriér. Uppáhaldskarriérinn minn. Sko, það einhver svona hundakarriér sem ég var með gamall, sem ég með. En ég verð að viðkenna, ég man nú ekkert eftir það mörgu karriér. Já, þetta ekkert einhvað sem að pæla út í, sko. Nei, þetta fallir þyrluapi, sé ég. Og það til svo margir líka, sko. Það bara málið. Það svo mikið að þessu til, sko. Já. Ég líka, veist, maður á alveg fullt af karrium. Já. En ég bara með að stilla á random hvernig ég fæ, sko. Fjörulalli kemur aftur inn. Hann búinn að ákveða, hann ætlar að taka þátt. Hann ekki búinn, sko. Þetta ná síðan í Olda Top. Gróver. En þú sást þarna. Killing spree. Þú sást þarna hvað Konka var tanki. Já. Veist, þetta var 1 á móti 5, 1 á móti 4, náði að drepa 1 og þess að hann lifði alveg nokkra sekundur í viðbót. Það var bara smá slæmur aðdragandi þessu fight, sko. Þeir fóru svolítið 1 og 1 einhvern veginn inn í 1. Já, og líka Jólda og Jakiroen, Alfons, voru bara ennþá bottom, sko. Já. Átti TP. En náttúrulega Reisson ekki level 5 og ekki Jakiro, nei 6 segi ég, ekki komið úrkinn sinn. Nei, hann ekki með kittið til þess að taka og þeir TP-a núna, þeir ætla bara að ná fleiri kills strax. Geðveikt communication. Mér sýnist Alfons Emil í Lönneberg bara, já, hann fellur. Já, Emil, það ekki Alfons? Jú, það Alfons. Hann sagði bara við fyrir hlaustu, þið tekur þetta. Einmitt, sem alveg fínt, sko. Það það sem supportan að gera, ef það ekki annað í búði, en eins og segja líka, þeir báðir ekki level 6, þeir báðir búin að vera lane. Maður vill stundum sem support að fara af laneinu bara svo bara aðeins að gefa, kórunum örlítið, sko. En menn vilja líka meina sem support að þá ákveðið hutta sem heitir support tax sem að menn hafa að tala að stundum máttu taka 1 og 1 lastið. Já, sem á range-grippunum svona og secure og það, sko. Ég skil það. Maður gerir það stundum, en ég ætlaði líka að segja með þetta bottom, sko, að Jakiro og Razor svolítið búin að vera að spila saman allan leikinn, 10 mínútur á saman lane. Þeir svolítið stuck to the hit. Já, en það gera af kröftum að Razorinn fær geðveikt farm í staðinn. Já, hann að tryggja farmið hann, sko. Þeir eru að smóka á Jóldu. Skanna á Jólda, setja niður vard, sjá hann þarna. Jólda í vandræðum. Byrja, hann svolítið tanky, sko, hann með torrent, setja það niður. Hann kom vel með út, hann eiginlega bara dauður, sko. Það nóg til þess að taka. Einum og mikið damage þarna. Og líka... Krómur var með heist. Já, einmitt. Líka allir voru í burtu, hann var svolítið mikið einn. Þetta var fínt pick-up. Já, mjög gott. Ég fílaði þetta. Herru, nú fer ég að segja pass, sko. Nú veit ég ekki hvað í gangi hérna. Þetta bara gríf. Þetta gæti verið eitthvað tölvuvandræði. Já. Jóald að segja afsakið 300 ping. Nei, það getur nú allavega. Þetta ekkert stress. En aftur á karriér. Já, heyrðu, þetta svakalegur kúrýr, maður. Þetta bara, getur keypt svona? Svolítið sexy. Já, ég veit örugglega. En ég hef alltaf fílað Roshan karriérana. Já, þeir eru flottir. Ógeðslega flottir. Ég vil meina þegar það var bara 1 kúrýr, það voru gömlu góðu tíma. Þá gæti maður grífað og fengi flame á sig eins og ekkert var, sko. Það var algjört helvíti stundum, sko. Ég var ekki vel liðin í vinahópnum þá, þegar ég var alltaf að taka kúrýrin sem support, þegar karriérin eða mittum vildi. En það eitthvað svo gaman, sko. Ég vil meina þegar það eru 5 kúrýr, þetta þú veist, menn hafa þetta of gott núna, sko. Þetta var miklu skemmtilega þegar það var 1, sko. Þegar
Í gamla daga, Í krakkar. gamla daga. Gamla daga, þá var bara eitt courier, sko. En þetta er Power, heyrðu, já. Við erum svona spoiled by choice hérna. Það er eiginlega ómikið af mismunandi courierum, sko. Já, við höfum það gott. Já, það er gott, sko. Já, ég er sammála túra að það þarf eitthvað að skoða hvað er í gangi? Fjörlal er náttúrulega einn af þessum player í deildinni sem hefur verið að mýma mest, sko. Hann er svona top 5 mýmurinn bara all time. Bara. Þeir heita þetta mím-klúbur. Já, klálega. Þetta er lið sem var stofnað upp af mým, sko. Menn eru ofta að tala um Moisluna og Fjörlalni þessu samhengi yfir mým, en hver er annað svona mýmarar sem eru? Yngvi. Hann er mjög skemmt. Já. Þetta er ekki fleiri hugur, þannig sé. Nei, ekki þetta moment. Ekki þetta moment, reyndar. Ég vil meina að ég er svolítið mýmurinn í mínu lið, það þurfum að drafta. Meina hvað svolítið bara að taka hvað heitir sem er sem support. Já. Dragonite support. Maxa stun og síðan fara í Meteor Hammer, það er geggjað. Eða fara í Shadowfiend support og skilla bara hérna mínus armor dæmi, sko. Á tímabilið þá var ég alltaf að taka Axe 5 og ef ég náði Blink Blade Bill þá fannst við að vera gott, sko. Support, já. Já. En málið með þannig heiti, sko, er svona offlane support. Já. Þarft farm. Ég veit það var nefnilega málið og ég var ofta að lenda í þessu leikur var bara algjört rusl, sko. En stundum það er svona eins og menn tala það er svona einn golden leikur það sem Bristlebackinn eða Axeinn eða virkar. Já. Og maður hangir í því, sko. Herru, fallegu töskur. Mér langar svolítið að sjá hérna networthið núna. Já, það væri fínt að sjá hann. Já, með datta í hug. Ég myndi að halda að Fjörlalið myndi vera lengra uppi í networth. Annars er þetta bara mjög jaft. En rotation hafi verið góð hjá Kid Akari, sko. Þeir hafa verið að mæta og smóka á mittunum og supportunum til dæmis. Svolítið búin að draga sig upp í networthið. Mér sýnist einmitt, sko, þeir eru frekar jafnir offlane hjá hann mýmklubnum og Kid Akari, bæði Bristleback og Razor. Ég held að Razorinn fekk bara fínt leginn, sko. Já, það fann það líka, sko. Kannski, þú veist, ég þekki það ekki alveg, en kannski er þetta svona hetja eftir fyrsta itemið snowballar svolítið svona Battle Fury effekt. En við þurfum bara að sjá það. Mér finnst líka mjög áhugaverð að þetta, ég samþykki þetta, hann hafði að klára þetta. Supportar að farma instant stack, það er nýtt tech líka, sko. Mér langar að benda á líka að supportarnir í báðu liðunum eru hnífjafnir. Já. Það er mjög sjaldan sem það sér það, sko. Já. Herðu, hókinn, geðugur hók, finnur mörk. En þeir taka mótunum. Sekiro hana, slutinur úr, þetta er bara tvei. Ói, nær! Bolserini og spurning hvort lifir. Og laukan þetta, Jólda mættur. Þetta er fyrir Bristleback í bak. Krommel blinkar inn til að klára mörkur. Þetta er bara nýfjafn, þetta er bara 2 fyrir 2. Báðu supportarnir í báðu liðunum. Support fyrir support. Það er líka fínt fyrir Bristleback að vera hana, sko, að fá XP. Það er eitthvað sem vantaði smá upp. Já, ölliti, sko, það er einmitt. Mér skilnist hann alltaf bara að kera og Það er eitthvað aðeins að íta hann tilbaka svona. Segja bara að minna á sig. Heyrðu, hann er að fara í Blade Mill. Já. Ég fíla þetta. Þetta er gott að móti Píi, þetta er gott að móti Razor og Kongur, sko. Heyrðu, þeir að hlaupa á Jólda, hann er að koma með Blade Mill. Ég er ekki alveg fan að fæta svo mikið við turni. Ég vil að þeir taki turnin á þeir gera þetta. Queen of Pain er líka tiltölulega low, sko, en hún á ult. Hún getur bustað eitthvað niður, mögulega. Og Tusken er alltaf góður til að initiata. Og þeir eru komið hók eftir, en þeir ákvaða að bakka. Ef þú hugstar út í það, þá eru þið með S-tier initiation á hana Kid Akari. Þeir eru með bæði Clockwork og Tusken. Já, einmitt. Ég er að fíla það. Stekja með clean up crew. Horton er svolítið karri hennar leik. Já, en þú veist, þeir verða að gera það alltaf að fara inn á þeim. Já, þetta er þannig hetjur. Einmitt. Á meðan, sko, mýmklúbburinn er svolítið meira supportarnir að taka móti, þú veist. Það er að fara á topp. Það er verið að góða Bristlebackinn. Finna Púra. Vörk er að ná að slóa hann. Hann er á mannandreinu. X-markið með úr. Hann er samt ekki að gera úr. Það þurfa mikið til þess að taka, en hann fellur að lokum. Þau eru með damage hana. Hann er komið með Blade Mill og hann er bara beint að fara í axi. Ég er að fíla þetta pick-up. Það er líka bara klassik item buildi, sko. Já, og þú veist, þú ferði í eitt item undan ferði í ax.
Og Það er síðan yfirleitt svona Skarpinn held ég standard kemur offlane. næst. Svona. Jingerinn er ekki langt frá Blade Mail. Þetta Nei, er Battlefield, afsaki. Þetta er 14 mínúna Battlefield. Já, það er Það er nú bara mjög solid. ásættilegt. Já. Mjög ásættilegt. Alveg bara fínt. Já. Já, hann fór í threads fyrst og rauðband. Já, þá er þetta bara mjög gott, sko. Þetta er 12 mínútur Battlefield. Við tökum hinn eftir minút. Já, í rauninni, sko. Þannig að Jingerinn er bara búinn að gera mjög vel í þessu lengsteysi og búinn að koma bara mjög vel af leiknum. Hookshot, mistar. Blind hook. Þetta Þeir eru smókað þann bakvið. Erðu Þeir fara á bólsteríni en liðið er að mæta. Hann er í kontri núna. Jóldaði Mattisson. Og geðvegt. Últi hjá Cromwell. Björnlalli, hann dettur niður. Jóldaði í kontri núna. Ó, það var að hlaupa. Já, hann er... Kitty Curry eru að mæta vel og hlaupa á réttum tímum, sko. Já. Þeir eru að spila svolítið vel saman líka sko og meðan mínklúburinn er svolítið mikið allavega eins og er að er svolítið út allt. Sér að Cromwell er með þetta bild, hann Já, er með Dagonin. Lifestilið er það gott. Síðan finnum við ekki Kaja held ég. QD er að fara hérna í, ætla hann fara í Gleipni. Gleipni var náttúrulega nerfa núna, aðeins. Hann er samt alveg ná að farma sko. Hann er alveg að farma sko. Já. En er PA sniper matchupið ekki meira PA favored í svona late game eða? Jú. Já og nei kannski. Jú, snipin er þá svolítið support frá liðinu á móti PA. Hann er náttúrulega með mjög gott lið fyrir fram að sig til þess að standa. En hann er líka með sko Sjartin sem er alveg fínt til að svolítið að resetta initiationið frá PA. Þannig að það er líka möguleiki. En hann þarf að passa sig. Já. Snæperinn. Ég hugsa um þetta er svolítið á sko mýmklúknum um þetta að fara í andliti á snæper á eins og Razor og PA og hann að ná að gera damage sko. Já, og síðan hérna menn smóka. Aftur smók. Já. Þeir eru svolítið óður í þetta en þeir eru líka með line-upi fyrir það. Þeir sjá Jóvalda sko. Já. Hann er hérna með tímistig og það er engin annar í kring. Hann er undir power samt, Jóvalda poppa Blade Mail. En spurning hvort það sé nóg damage. Snæper ult kemur, þeir að lemja, ulti kemur, þeir kemur hann á ult. Hvílíkur maður! Hann er með blík líka! Bara no mercy. Ég meina, þú ætlar að dæfa törnum inn, þá ert þú bara farinn maður. Nákvæmlega. Á réttu stað, á réttum tíma segi ég. Emil í Lönneberg. Þeir ná sér í nesti. Já, geðveikt. Það er einn í viðbót. Hann má ekkert vanmeta mýmklúbbin. Þeir vita hvað þeir syngja. Mér langar líka að segja sko, að Kitty Curry mér finnst, þeir eru með svolítið map control út af þeir eru búin að taka bæði toppturnin og midturnin. Já. Þannig að þeir eru með svolítið meira fölsti en mér sýnist að mýmklúbbin sé að fara að taka midturnin núna. Tímpæti í mýmklúbbnum er eiginlega bara frekar gott sko. Jú. En þú veist, Jakiro, náttúrulega á statsalóun þá er Jakiro með 91%. Þannig að aðal spurningin í þessu leik er bara mun Jakiro tapa eða ekki? Já, hann er náttúrulega 10-1. Hann er 10-1? Það er spurning hvort þessi leikur sé... Er þetta 10-2 eða 11-1? Jakiro er að fara í Júls. Já. Ég er alveg að fíla þetta. Já, þeir eru með bæði, þú veist... Þetta er örugglega aðalega fyrir kopp, sko. Þetta er stefta fyrir Ice Path. Já, og kannski Tusken líka. Já. Kanker er þetta í Axe líka. Heyrðu, það er mikið farm á Cutie, sko. Já, þetta er space fyrir Cutie. Cutie alveg verið að koma með gott farm. Já. Jingerinn líka kom með, veist, papp fyrir og það náttúrulega snowballa mjög hratt. Þarf Jingerinn BKB í þessum leik, hvað finnst þér? Þú veist, þú horfur á line-upu hjá þegar, þú veist, er BKB, er mikið stönn eða disable í Kitty Curry til þess að réttlæta BKB eða ætti hann að fara bara í eitthvað eins og Deso? Sko, ég hefði myndið vilja sjá meira damage, sko, það, veist, þeir eru með frontline, Razor og Kanku. Já, hann er ekki að fara, hann er, jú, ætla hann sé ekki að fara í Deso, Bast eða BKB eða eitthvað svoleiðis. Já. En alltaf BKB er bara mjög safe. Þannig séð, það er ekkert að því. Þetta er klassískt pick-up sko. En þú ert að treyta svolítið fyrir damage í staðinn. Já. Það er það eina. Það er ekkert að því, en það er örugglega til betri möguleikar. Þetta er svona þannig... Fjörulalli, sjáum hvort að hann sé... Og líka mörkurinn er komið í blink, sko.
Já, Mörkurinn var alveg komið með, einmitt, blinki í smá tíma, sko. Þeir eru með smá setup, svona. Cromwell að leita. Jóalda. Þeir voru með vardinn hana, en þeir eru að hlaupa inn. Þeir finna Þeir eru klokkir í bobba. Já. Ætla, þeir eru mættur. Bara til írill. Já, þetta er ekki góð fætt. Já. En þú veist, hann næði vardistæðin. Sport fyrir vard. Það stundur bara fínt. Sérstaklega á svona mappi. Þú ert með map control, vilt losna við alla varda. Það er allavega betur en ekkert, sem maður segir. Dire's bottom tower is under attack. Ég vil sjá hvað Razorinn er að pæla. Er hann að fara í BKB líka inn í Manta eða er hann að fara í eitthvað öðru fyrir bild á fjörlaðan? Jingerinn er í vandræðum. Ó nei. Jingerinn hann ætlar bara að fæta. Nei, hann fellur. Já, þetta er líka gott pick-up, sko. Hann er búinn að vera að farma í svolítinn tíma. Já, Cromwell er að fara, hann kom í Júls líka. Já, ok. Það getur reynda að verið fínt. Þetta er alveg nýjafnur leikur líka. Já, þetta er 14-14. Mín klubburinn er minn en 1000 gull yfir í Kitty og Curry eru svolítið meira pressa kannski en mín klubburinn. Það er meiri pressa, meira markkontról. En mín klubburinn er samt alveg að ná að vinna fights. Já, klálega. En Kitty Curry er að ná pick-ups. Þetta er alveg svolítið jafnt, sko. Þetta er skemmtilegt. Heldur betur. Þetta er allt í járnum. Já, það er DD topp. Dömur mínur og herrar. Mér sýnist að ég vilja fæta, það er mjög sniðugt að fæta með hennan DD á. Já. En það er samt 40 sekundur úllt, sko. Jú. Það er spurning hvort þið finnir pick-up. Það er náttúrulega, Kunga kannski ekki alveg hetjan til þess að picka. Þeir eru samt með báða vardana hana uppi, sko. Já. Þeir eru með gott vision. En þeir sér bara að enginn í mínklubnum er hann á topp. Nei. Jóalda kom með... Ó, heyrðu, X-Mark, hann er að hlaupa í burtu. Töskinn er samt hana. Heyrðu. Gott Icepad. Nei, ekki Icepad. Jóalda sittur með hundi. Icehjart. Icehjarti, já, ekki Icepad. Það næra að sleppa allavega. Já, þetta... Hann committar ultinu og setur hérna römdæmi á cooldown. En og aftur, þá er þetta það sem Kunga gerir vel. Hann er bara að lætur menn góða á sig og einhvern veginn lifir af, sko. Razor er ekki ennþá komið BKB, hann komið Jasja. Og það er svolítið, mér finnst Razorinu það er svolítið BKB í þessum leik. Já, klálega, sko. Það er alveg staðfæst. Heyrðu, Töskinn að labba inn í smá. Þeir eru að góa. Jörunlalli. Já, þetta er fallegt. Hann er samt með snowball. Já, það er nóg. Já, það er enginn að koma. Nei. Þeir að segja bara, nú er að taka gang á þig, kallið minn. Gott pick-up. Já, þeir eru ennþá með DT, þeir eru komið ulti. Já, Töskunum döður samt. Hverju eru meira á tíma hérna? Kitty Curry eða það er náttúrulega auðvitað að segja því að Pí er í hinni liðinu. Jú, Kitty Curry er klálega meira tíma. Meira þjóðið að þeim. Með mín klubburinn er svolítið að... eru svolítið að farma í staðinn. Er einhver Curry heiti sem er minna á tíma heldur en Pí? Sem eru meira late? Spectre? Já, það er Spectre og Pí, já. Þetta er þess að hittu sem að vilja bara vera allan daginn að farma og fá item. Og sem ætla bara rétt eftir þarna. Það er svolítið downtime núna og mér skeggjað að snæpurinn sé svolítið að halda í networthið á PA þegar PA er með Battlefield. Hann er klárlega að spila mjög vel á þessu snæpur. Hann er alveg bara... Hann er að fara og farma allt mappið. Sjá, þetta er efficiency. Svartnil og annað kant til að fá vision. Þetta er eitthvað svona artísi efficiency, sko. Ég segi það í gríni, en falluðu snæper. Það er finna Cromwell. Þessi Lionar að gera. Þú eru reynir að tipi út. Já, hann að kemur Júlsið. Poppar BKB. Já, hann þurfti að gera. Er hann með fastsettið, hann Brissabak, hann Seeing Red, af því að þá í raun, jú, ég held það, mér sýnist það. Ég held að þetta var óvart BKB, hann bara svona panic BKB, og það Bristol var döður, sko. Já, sko, ef hann er að snúa baki út að lemja, það er vannmeti hvað hann getur kvillaðið mikið. Þú veist, menn hafa alveg, ég spilaði þetta var brókin, bara þegar þú kvillar og þú bara getur drepið helt liðust með Bloodstone. Ég meina, Bristol var döður, sko, og síðan poppaði hann BKB. Jú, það er rétt, ég sá það ekki alveg.
Þeir taka hérna Stormy. Jinger inn. Jinger. Jinger lifir. Við höfum séð þetta áður. Já, við höfum séð þetta í prósinu þegar menn henda dagger og deyja, sko. Þetta Blink Hex, þetta var gullfallegt. Blink Hex Lion er náttúrulega bara... Segðu þetta. Já. Jinger inn. Krista sjálfur sig, hann deyr og sé BKB. Herðu, þetta var bara svona móralsku BKB. Já. Bara ég tók þig og pappaði BKB. Þeir eru skannar, þeir eru að leita. Cromwell að leita. Þeir eru ekki að finna hann. Nei. Og sjáðu hann þarna. Herðu, spottar hann, já, hann fyrir bara einn. Jóltaði sann mætti Jingerinn. Hann er ekki með BKB, hann nota á... Gott rúsi á Cromwell. Cromwell, já, nær og stikjur að killi. Hann er í kvandi núna. Mörkur með últ samt. Já. Jóltaði líka hana. Já, Mörkur nær að últan hana. Fjörlandi poppa BKB. Döskunni döðu næst. Cutie er hana undir tower. Já. Ripur Jóltaði samt og reynir að tipi út. Hvað er Júlsinn? Þetta Júls er að borgast þér svo mikið. Æspaffinn síðan. Mistir ekki í Cute ennþá lífandi. Mörkur er að tipi í nattu. Og túra núna með Aganims. Hann er að ná að snúa á... Þeir ná alveg að fá smá út. Þetta er 3 fyrir 3 og þessu boltan eru eftir. Ég held að þetta væri svolítið fórst sko, en þeir ná alveg að fá út þessu það sem þið vilja sko. Túra lifði. Já. Og þá náður hann alltaf að stakka upp þetta debuff. Já. Hann náður að drippa á alla held ég. Nánast, og Sniper líka í baklinni. Razorback, what a hero. Já, þessi Aganims. Var þetta Aganims reveal? Ég held það. Já, hann var komið með eitthvað smá hana undan, en þetta var svona fyrsti fætin sem Aganims var að gera eitthvað að viti. Svo fær hann sér Shard. Þetta var samt algjör klúður, hann var ekki með BKB í PA. Já. Þetta var vont að sjá. Það var smá vont að sjá, sko. Já. En þeir hafa náttúrulega fossa fætina því að bara BKB á PA er ekki uppi. Við getum góða þetta strákar, bara förum inn. Já, það er spurning hvort þau kollaðu út. Já. Sniper er alveg að fara í itemi á móti PA. Já, ég held að það sé alveg rétt sko. Þetta er alveg hárrétt item pickup. Hann er með þetta á hreinu. Razorback er að fara í Crimson. Ég er að fíla að það er mikið right click damage hjá Himklúnum. Hann er að gera sig að meiri vegg. Hann ákveður fyrir BKB konga líka. Já. Það er bara fínt. Jú, hann er svolítið frontleginn. Ég held að þetta væri ekki BKB að leika hjá Himklúnum, en í rauninni þá... Sko, ég er að pæla sko út af þessi BKB í þessu leik maður finnst að þetta sé kannski ekki það besta itemi mína en ég held að þetta sé gott fyrir að delay initiation hjá geta carry. Já, þetta er réttlætanlegt upp á að geta fæta í rauninni að þeir geti gert hlutina sem þeir vilja með BKB. Það sé ekki pick-off, ef geta carry hlaupa inn, initiata, þú getur bara poppa BKB og svolítið svona resetað initiationi. Það er alveg leikir á offlane eða mid þar sem þú farið ekki BKB og þú ert bara ekki að spila Dota lengur. Þú ert bara, þú ert áhorfandi eða þú ert CC-þar í bara, 20 sekundur. Þannig að þetta er skemmtileg BKB. Já, heyrðu, það er komið Solar Crest og hann er bara næstu komið. Þeir eru að smoka og ná að skanna hann. Júls er item þessar leik, sko. Hver var að fá Júls? Á Tusker, hann er næstu komið Júls. Já. Heyrðu, gott. Klokkur er á læginu, hann er að stoppa út. Cromwell út á Jólta, hann tekur ekki damage þá meðan Sekirun er að Júlsta. Cromwell er í vandræðum, nei, hann kemur úr. Þeir taka Tuskinn. En meðan allt þetta var ekki... Jörulali með úlki poppaðan, er að elta. Holsirlín næra að hitta hann og slóa hann. Já. Pía er líka... En það er spönn að báða, það er... Þetta er svakalegt. Sjá hennan Pía. Sjá hennan Lion. Lion er náða að lifa af. Murkerinn með Fossaf líka. Bara blink Fossaf. Hann er svo farmaður, þessi Lion. Hann er með item. Hvað er hann að fara í næst? Ætlar hann að fara í Axe bara? Það væri eitthvað. Það er svo grítið sko. Það er önnur spurning. Ert þú fan af gríti fjarka eða svona hefðbundum svona hana fjarka sem er svolítið að fara bara í tímætil? Ég er mjög grítið þegar. Já. Og sérstaklega þegar ég spila fjarka þá vil ég bara go ahead. Það eru fjarka sem að segja sko ég er borinn líka. Og svo eru fjarkar sem er svona, já ég er svo portiðinn, ég skal koma og vera með þér, ég glimmer þig. En það er einhvern veginn skemmtilegur og betra finnst mér að vera bara, ég er core. Já, fyrir samt svolítið eftir playstyle. Klálega. Þeir eru loksins nú að taka tilbúinin, 30. mínútur, vonast. Þeir eru aðeins að koma tilbaka núna.
taka turna á mýmklunum. Clockwork fyrir pípuna. Er það bara Mér fyrir... finnst það bara að vera fín hugmynd, sko. Monty Magic damageinu hjá, þannig að supportunum. Jú, svo sem. Ég ekki kunga eitthvað smá magical damage, eða er ég að rugla? Alltaf var Razor ekki það mikið. Nei, hann er alveg ekki píu, það er physical. En ég er ekki bara að þið eru að fara í öll óra items, þannig að þið getur bólað upp reynda eins á Kitakari. Sko, mér finnst fætin vera miklu betri hjá mýmklubnum þegar þið náðum, sko. Mér finnst þið vera með svona meira well-rounded í þessum teamfight, sko. Mýmklubnurinn hérna, þeir eru 5 botnar með sjá Cromwell. Jules! Ice Path niður, Torrent tilbúið, Hex. Hann döð. Þvílíkt Jules. Hvaða items sem er að borga sig upp? Forstappaður inn Jules í Ice Path. Alvöru maður! Þetta er replay. Þetta var alvöru play, sko. Þetta var geggjað. Það vissi líka að hann var með liðið á baku sig, þannig að þetta var mjög confident play. Já, klálega, sko. Og það er alveg réttlátt. Það er greinlegt að menn verða að taka blassið. Ég vil bara fara í Axe, en það er bara fort af Jules, sko. Það er að skila þeim helling. Já. Ég vil svolítið meina að supportunum í þessu leik er svolítið karjan. Þeir eru að gera mjög mikið og mjög vel. Já, bara algjörlega. Algjörlega, sko. Mörkerinn, tekur Courier. MVP play. MVP play. Mjög vannmetti play. En hvað er núna í stöðinni? Mýmklubburinn er með Aegis á PA. Já. Ég held að þeir ætti bara að finna fights. Þeir eiga að fórsta ykkur að fæta held ég. Já. Jingerinn tekur törn leik, herðu klokk nær honum. Herðu ok. Klokk, snowball. Ég er að lemja, hann er með BKB. Hann er með Aegis líka. Úrar deyr. ST líka PA-deyrindar en hún með... Þetta er ásættilegt fyrir Aegis. Þeir finna snæperinn X-Martin. Hann er ekki með neitt BKB, neitt defensive item. Fallegur úr. Cromwell dringar inn og últar en þeir bara ofengi. Þetta er bara ekki nóg. Snæperinn deyr. Ég held að hann er mjög low. Cromwell er að ná að... Já, blink frá Mörker. Þetta var aðeins svo grítið, alltaf að kúan en staðinn deyr hann Mörker blinkar. 10 leiður staðan. Þetta er team wipe fyrir Aegis. Þetta er tímað fyrir Aegis. Það er bara... Ég meina, er það ekki eins gott Aegis hana Worth? Jú, algjörlega. Þú taka tower, sko. Eina er að Kitakari byrja enn og fight í staðan fyrir mýmklubburinn. Það voru svona einu mistökun. Kitakari, þeir eru kannski aðeins að forsa þetta, sérstaklega inn í Aegis, það er svolítið erfitt. Maður hefði viljað bara einmitt að reyna að dodgeáða eitthvað aðeins og reyna að farma, sko. Vita P er mjög farmið líka. P er einmitt, það er málið. Jingerinn, sko, hann er komið með Desso sem, Basser. Desso er komið á helming af hana start. Hann er bara hörku farmaður, með við, allavega vel farmaður með við 30 mínútur, sko. Ég veit. BB fyrir BKB. Þetta sé bara fínt pick-up. Hann þarf eitthvað sem að hann getur náð að poppa þegar þeir breyka hann, sko. Já. Við verðum að viðurkenna að þetta er búið að vera svolítið erfið bíbleika. Það er kannski út af laning stage sem búið að ganga ekkert sérlega vel hjá hann. Er PA komið... Já, nú fer ég að hringja Jens, sko. Ég veit ekki hvað er í gangi. Nú, Jinger er komin í sömu vitleysun á fjörulali. Mörkerinn er mjög hiss yfir þessu. En Jingerinn kemur strax inn. Hann veit að hann má ekkert vera að gera svona. Þetta er svo smitandi hjá fjörulala. Þetta er nefnilega, fjörulali er bara að taka liðið sitt einhverja vitleysu, sko. Það er bara inn með þetta. Þetta var bara, já, fjörulali er með svona fake what the fuck. Það er strákað, ég veit ekki hvað er í gangi. 2 sekundur. Cromwell er með DD-DOS hugmynd að þetta hefur DD-DOS, já. Ég meina, ef á fjörulali er að mýma, þá er hann next level mýmur. Ég held að hann sé að detti í topplistans með þessu mými, sko. Þetta er allt viljandi. Allt viljandi. Hvernig staðan er núna á leiknum? Ég vil bara sjá mýmklúbbinn fara hægran. Ég held samt að mýmklúbburinn sé alveg sátti við bara að farma og loka svæðum, sko. Já, jú. Að einhverju leyti, sko. Þeir geta náttúrulega tekið smokefight og reynda að pústa toppið. En ég held að þeir sé alveg sáttir, sko, ef að PA og Razor fá bara meira items og meira damage, sko. En þetta er ekkert erfitt hægran fyrir mýmklúbbinn. Nei. Eina er svona einhvað er strjátt með... En það er vanmetið að fara inn í hæggrand á móti sniper og
jafnvel Bristolback sko. Já, kannski. Þeir verða eiginlega að taka einn út eða 2 út áður en þeir reyna að fara hæggan sko. Þeir bara svo langt á undan, sko. Þeir eru langt á undan. Þeir ákveða að smóka. Þeir Já. vilja fá einhver pick-offs. Þeir eru að leita. Þeir eru að leita. Pinga mid. Mér sýnist spurning hvort Túra fer að sýna sig. Finna Túra, held ég. Já. Túra. Bara första niður. Er PA komið breykið? PA er, held ég... Með Sjardin eða hérna... Edginginu með Sjardin. Getum við fengið að sjá það? Getum við fá að... Það er ekki orðið óskókar í bili en við sjáum það vonandi bara á þar. Herðu, hann er með Sjaldin. Jú, hann getur breyka. 600 dáðan svona hratt, Bristolbackin. Já, bara PA sem að fær túlkið sitt early móti BB og BB er kannski búin að eiga erfitt lengst er svona ekki skemmtilegt sem Bristolback spilaði svona. Tusken er með... Já, það er svona BKB gott fyrir þá, veit ég. Já. Bara það að reyna að hlaupa að þér, sko. Og hann þarf að komast í það er eitthvað að gerast þannig í... Herðu, já. Að finna Tusken. Tusken er í vandræðum. Hann er nokkuð vindi. Hann er júlstið frá Tuskenu sjálfum. Hann er bara svona að skapa rými fyrir vini sína að reyna að fara um appið. Jú, ég held það. Þú sér líka mýmklokkurinn byrja að spila sem 5. Skiljur, það er bara... Það er örugglega gert restin á leiknum. Já. Þeir spilir 5. Þeir eru svolítið að spila 5 og hann... Þá verða Kitty Curry svolítið einmitt að reyna að fara um appið og farma á kórheitunum. Og reiða sig á supportanir tanki hérna göngin á réttum stöðum. En þeir eru bara að fara að pússa toppið, sko. Þeir taka towerinn. Eru að taka tormyndurinn? Já, þeir eru að stela torm. Sem bara akkurat hárrið tömið, sko. Mun Kitty Curry reyna að fæta það hérna með hennan tower? Já, fáðu towerinn bara. Já, þeir eru að reyna að sníka. Þá Túra. Jólda, hann er að hlaupa eftir. Túra kom í BKB. Þetta var nú bara vel gert hjá hann. Hann bara fekk hérna svaka mikið að típist tilbaka. Já. Spurning hvort þetta var worth it, sko. Þeir finna hann fram. Úr og hann er bara fyrsta niður aftur. Jingin er lóðist hann. Ég held að Bristolback var að taka hann meira. Nei, hann er bara... Jó, Emil er komið með Eganum. Tryggum hann að tópa en... Emil hann... Liggur últi! Kom vel með úr. P er dauður. Hann tekur P út. Allir með BGB í fjörlali, hann er döður. Næst prófilega enda með BGB í Jólda og snemma með X-markið en mörkir hann að mista í því og náður drippan. Tusken er einn eftir með snæpiri líka. Hann er að bara lemja. Hann lítur að vera að taka 100 back þessi Cromwell, sko. Þetta var þvílíkur úti, maður. Þeir náð. Þetta er næstu team vibe. What? Cromwell er ekki búinn að gefa stöð. Sjáðu damage á snæpirinu. Já, snæpir fekk að gera svaka. Hann fekk bara að vera í baklínu. Nú kem ég aftur á mínu máli að pússa inn í svona lið. Getur alveg verið hættulegt, sko. Já. Ég veit að þetta byrjaði samt vel, ég veit ekki... Bristolbackin kom... Já, ég held að hann myndi tanka meira, en þú sjást hvað hann gerði mikið damage á P. Þú sér líka að P hoppar hana inn í allt, sko. Blade Mail og hann og Bristolbackin, sko. Þetta var 4 manna últ, sko. Já. Þvílíkur maður. Vá. Og næst síðan fjörulega og sleppur held ég líka. Og sér X-markið hana. Greinlegt að fólk verður að fylgjast meira með þessum manni, sko. Hann er bara að lemja, sko. Já. Hann er að lemja allan tíma, sko. Já. Þetta var... Snæpir, eina af þessum hetjum sem eru S-tier í High-Ground Defense, með drá. Já, það er alveg rétt, sko. Það er alveg S-tier High-Ground Defense. Já. En þetta er eitthvað sem Kitty Curry þurftu virkilega... Þeir þurftu virkilega til þess að geta snúið þessum leik eitthvað við, sko. Þetta var að fara svolítið mikið í áttina á fjörulál. Þeir spottuðu P, held ég. Já. Skönnuðu hana í jungle. Jó, alltaf er að típi hana topp með. Þeir eru að leita. Þeir eru svolítið splittaði núna. Þeir eru... Brauka smókin á Chiquito. Þeir eru að fefa upp í PA. Sjá P hana. Nei. Það misti hann. Já, það voru bara alltaf margir hann í kringum fyrir fokk, hann þorði þessu. Já, þeir bakka. Held að það vera hárrétt hjá honum að vera ekki að fara inn hann á forsvars. Já. Leita bara, eða einhver pick-off, ef það finnst ekki þá eru menn bara rólegir. Ég held að það sé hárrétt hjá honum. Já, Snæpirinn er komið með BGB líka. Er það ekki bara aldrei... Hörru, Tusken aftur.
Hann júla sig. En... Sekiro. Nei, nú júlar hann sig. Hann var júlaði fyrir þá. Hann svo djúf. Hann að tanka mikið með spil. Já, hann bara að kaupa tíma. Þetta bara space. Space creation machine. Þetta samt annað pick-off sko fyrir mingrúpinn. Hann döður í 50 sekundur, segi. Ég að fíla þetta crit pick-up á sniper, gera bara meira damage. Já. Hann líka með MKB sko, þá getur hann actually lamið PA líka. Já, sniper svona hitja líka bara, ef hann fær að vera óareittur og fær að lemja, hann gerir svaðalegt damage. Þú vilt damage þetta á þessu hittu sko. Það líka að vera svona physical carry að lemja þátt að heimsarni BKB. Já, það alveg rétt. Rostan. Þetta er 80 En þú vilt einmitt að Jingerinn sé með Aegis og þú vilt að fá eitthvað út úr þessum Aegis sko. Þú vilt annarkvort að forsa þá turn og ná þá einhverju ásættilegu treyti eða eitthvað þannig. Já, ég held að ég get alveg færa hægrundi núna með þessum Aegis. Kannski ekki lengur sko. Snæpirinn er komið annað. Ég held að það sé orðið mjög 50-50 núna sko. Ég held að þið þurfu svolítið að fá picks. Já. En þeir geta þannig tekið innan Hvaða item er Bressubak að fara næst? Ég vil sjá AC á Bressubak, bara verða meira tanki á móti PA og hann getur náttúrulega að fara í Bloodstone líka, það líka alveg átt. Já, ég held það. Eða svífast. Þetta var sárt þarna í síðasta fight, þótt að... Hann tankaði mjög mikið sko. Tankaði mjög mikið og ef hann hefur verið í Bloodstone, það hefur verið ennþá meira damage og ennþá meira tanki. Jú, þetta er náttúrulega meira nerfa build, en þetta ennþá með þessum facet, með Seeing Red, þá gerur hann svakalegt tank sko. Það hann að langsir að fara að hægra. Já. Vardin komin upp. Kritikari ekki á stannu sko. Nei. Rómvel hann að bottom að reyna að pussa út einhver lanes. Singer bara að leita sko. Singer að leita hverju... Já, Mörkur hoppar inn á snæperinn! Næ, snæperinn! Hann næra PKB að stann. Hann hoppar BKB. Fjöllalli! Hann nær honum! Cutie dauður. Mörkur leiðist að Cromwell hann að baklínni. Hvað er að gerast? Fjöllalli, hann er að deyja. Cromwell er dauður. 3 dauður kritikari. Hinn á bara Rax. Fjöllalli sleppa út. Fjöllalli með þetta panik. Þvílíku maður. Wow. Cromwell bæbackar. Þetta er allavega Rax búið. Hann hoppar á Jóvalda. Inn með þeir Bressubak. Cromwell hoppar inn. Já. Spurning hvort Jóvalda lifir þetta af sko. Það er pæling. Hann er með... Ekki leif honum að hlaupi burtu, drengi. Náðu honum. Þarna. Það er kannski aðeins og bjart sín að fá hann til að sleppa. Og þeir náðu Rax. Já, þeir náðu Rax. Þetta er mjög ásættilegt fyrir bara... Þeir eru ekki sem bara að missa Aegis og hann er með Jet í núna á P. Ég myndi segja að Jóvalda, Fjöllalli náði alveg að spila virkilega vel hana. Hann eldi snæper inn í fountain. Það var það mjög fallegt hjá honum og Mörkurinn náði ótrúlega góðu, hann náði snæper, náði stönnum. Það var bara hiklaust, hann sá bara opportunity og framkvæmdi að það var geðveikt. Þeir verða að keyra núna á Kritikari, er reyndar með DDOP, þetta getur alveg hægt. Þetta er alveg 3v3 og þeir eru með eitt. Stjátingin, hann hoppar inn í Cromwell. Já, gritt. 3000 gritt, ekkert vandamál. Það er bara mjög eðlilegt, ekkert mál. Fjöllalli er komið með mörg items núna. Hann á að snúa sig við í eins og leik einhvern veginn. Fjöllalli hann er hættulegur. Og með Satanic og allt. Sagði ég þess að Satanic BKB, þetta er bara mjög efficient, ég ætla að hlaupa inni, ég líka þig og síðan poppa ég því að ég kom halvt í að poppa ég Satanic. Mjög hættulegur racer. Mjög hættulegur racer og fær... Heyrðu, vistu spotta einhvern? Já. Já, ég sjá hann bakni. Brissur hlauptu. Ef að Razor fær sér bara hann refresher og bara blinkdaka refresher þá bara hoppa í fjessi á hann snæper og gera bara saman hlutin aftur sko. Ég held að það sé alveg sniðugt. Það er bara að hoppa á hann og snæper saman hvað sko. Það er bara það sem maður þarf að gera sko. Þeir eru að spá ég að fara í næsta hægra ennþá með Aegis. Já, þeir eru svona hægt og rólega að tjóka mappið og taka bara... Það er svolítið að sýtja. Já, sýtja bara. Spurning hvað gerist það. Ég held að... Sko hægt og rólega getur alveg tekið það niður. Já. Og síðan bara bíða eftir mistökum sko. Þeir vilja ekki hoppa inn. Það er oft þannig að þeir vilja fá liðið
Þið vilja fá Kidda Kari í stig, svo þeir gerir mistökur. Heyrðu, fjörlega að takka svo Fjörlega að taka mikið, en þetta er bara Já, gott fórstaf. En hann fórstaf var út með svona BGB, poppar svona panik, fólkstinni hann bara dauður. Krommel poppar BGB, hann bara að deyja af útdæmið. Jólda lifir ennþá fjörlega líka, Jinger hoppar á snæpirinn og Túra líka dauður. Buyback hjá Túra og, buyback hjá snæpir. Það er buyback galore á Kidda Kari. Öll buybackinn til ná fjörulanda samt. Jinger er samt ennþá með Aegis, ákveður að hoppa inn þess. Jólda, hann er eiginlega bara dauður. Burger! Krommel hoppar inn, klárar hann, Jingerinn hoppar á snæpirinn. Hann sem er fórstafinn. Jinger er vandræðan. Hann bara dauður. Hann dauður. Lurker sýnist mér að þetta er líka. En þið náðu öðrunak. Þetta er ástæðslega trade sko, þeir nánast raksti og það eru 3 buybacks sko. En það spurning hvort það sé worth it sko, þið náðu öllum, þeir fengu þá til að buybacka. En ég held að þið fengu alveg allt gullið tilbaka með þessum killum sko. Já, en þeir ná kannski tower á móti, en þeir ná ekkert highground á móti, þá er þetta eiginlega bara alveg hannilega worth it sko. Já. Líka minnkvöldun eru svo feitir sko að þeir fá svo mikið gull og XP frá þeim. Það sem ég ætlaði að segja var það að það sem að Fjörlal gerði vel, hann tankaði bara tower og þeir eru ekkert að dæfa, þeir bara þurfa að taka teamfightana rétt. Það reyna að plata Kidda Kari inni á eins og þeir gerðu, inni að fæta það, þá geta þeir tekið góða fæta en ekki vera eitthvað að dæfa og það er svakalega fætt núna. Emil Lönneberg nær að koma svo út. Fallegt. Hann er komið Hex á Jakiro. Hann er ekkert að grínast, hann er með Axe og... Sjáðu networthið í honum. 17k. Hvað er í gangi? Hann er með Aghanims, Hex, Forstaff og Junes. Ég meina maður bara hefur gaman að ég farma, það er ekkert að hefðu. Herðu, Cromwell góður inn. Spurning hvort þessi döður hérna Cromwell hoppar rústinu. Ok, mjög gott dive, þannig að ég áfall það. Klára hann, spurning. Þeir ná kannski raks á móti, þeir þurfa að bæta Nei, það er allir að spóna hann. Já, þeir eru að spóna hann, reyndar hefst. Bara allt í hennu horfum við að rána Jakiro, allt í hennu horfum við að Jakiro með Hex og Aghanims. Ég hef aldrei séð annað eins. Það er kannski ástæða af hverju við erum mjög svona gott að vinna þetta sko. Já, Emil er reynd að spila það, hann er að spila sig heitur við vel. Alveg næstu við par við hennum Bristolback sko. Hann fór í AC, ég fíla þetta. Já, tankast þau meira armor, attack speed. Önnur óra líka. Hann þyrst til að kannski bara fara í eitthvað eins og Svíva eða Hart eða bara jafnvel control item eins og Sheepstick eða hann Mér langar að sjá Bissablade kannski. Já, Bissablade. Ég fílaði pick-upið á bíbistundum að fara í Bissablade Moonshard og vera tanky. Það getur oft verið mjög skemmtilegt. Það er damage. Það er damage og control sko, en þú ert svo tanky. Þeir eru smókaðir. Því ég er ógst að fann með þess. Sjá það. Getur við fengið svona neutral item check? Já, það væri fínt að sjá það aðeins. Getur við fengið inventory dæmi? Timeless Relic á Cromwell. Þannig items. Yes. Cromwell er með Timeless Relic. Já. Og Ancient Guardian og Snipers. Þeir eru með 2 supportani hjá Fjörlala. Með teleskóp. Teleskóp, já. Það er alveg fínt sko, þetta er báðu supporta sem vilja fá kastrange. Já. Stakkar það? Nei, það stakkar ekki. Það væri geggja, það væri alveg brókin. Fjörlega líka með Mindbreaker. Já, Mindbreaker flottir. En þá er það bara næsta raks. Þetta er svolítið slow seed. Þetta er Jupiter Ward, sér hann? Já, ég sé. Og hann er líka með vatnin hann uppi, þannig að þeir eru með full vision. Já. Á Kidda Kari. Leifa snæpir að nota svarnum sérst. Hann er komið 25, nefnir meint. Já, hann er með endalus svarnils. Svarnils, hann bara hendur þessu út eftir skills. Ekkert að fara að spara þetta. Ekkert að spara þetta, bara út með þetta. Allan að báðu karriérnir. Hann er að fara í refreshes á reysu, það er bara mjög aðsattilegt. Ég vil svo bara sjá blikki sko. Hann er að gema fyrir buyback, væntanlega. Já, klálega, hann er að fara bara í refreshes buyback. 4500 gull í aukalega. Lion er líka með Sheep. Nei, hvað er auka? Nei, hann er með hexi sko. Hann er með hexi, hann er með Eithberg, ég ætla bara að sjá tvöfalt hérna, Sheep líka, nei. Hann er komið Gemmin líka. Hann er með Gemmin. Það er, mér finnst það
flott pick-up sko. Sérstaklega Já. að taka seeds og racks. BKB kjúað upp á töskin, það held ég bara fín hugmynd líka. Já. Ef hann deyrir ekki af P sko. Hann þarf að tanka bara meira, en já, ef hann ekki krittaði 3K að P þá það var það fín. Clockwork hérna líka BKB. Já. Herri, nú vil ég bara sjá hérna hold hjá Kitakari. Já. Það er enginn með buyback í Kitakari. Nema Bristleback og Queen of Pain og Rostan er uppi líka. Hann er með Aghanim's líka. Hann er að skáta. Já. Emil, hann er alveg með puttan á púlsinu sko. Já. Nei, mæt. Nei, ok. Nei. Já. Sér það hana. Rostan er uppi. Kólaði við liðið sitt. Kom hér Rosan. Rosan. Hann er komið á Blizzardblade. Þetta er 6 slottaði fyrir. Spurning hvort hún tekur Aghanim's. Fyrir. Já. Það er alveg góð hugmynd. Ég var bara komið með hann sko. Já. Ég myndi segja að það verið betra á Ég besta pick-upið, já, fyrir. Já. Einmitt, alveg ákveð. 2300 kredit, já. Því er eins og hetjum, ef hún þarf að vera vel balansuð, annars getur hún verið broken. Ef hún fær ómikið crit, sko. En þið bara ekki nú portal. Já. Veita Cromwell. Já, það er ekki að skamta mig. Nei. Rétt svo sleppur. Þeir hljópa over tilbaka. Nei, þeir smóka. Jó, alltaf. Spurning hvort þið finna Cromwell. Þeir eru ennþá með vardinn hann uppi. Við erum að hlaupa svolítið í hringi hérna. Nei. Okay. X-marki. Já. Hann ákveður að markaður. Er það Júl kemur inn? Já, flott. Júl er bara gott counter hérna á Kunku. Júls leikur mikli, sem maður segir. Já, er ekki allir með Júls. Allir með Júls næstu. Það er Grit á Sniper. Sniper er líka fann að vera nánast bara næstu í 6-12 Þú segir líka hann er að fá sjaldinn. Það er ennþá meira distance á milli PA. Jú, það er gott. Hann að góð leið til hann er komið liður. Þá er það bara full on. Þeir eru að nota saman strafti. Fjörláli tankar, lemutörnin. Sniperinn er bara lemjan sko. Já. Þetta er ómikið dæmis. Hoppa BKB. Og úr. Hoppar á Bristleback, þeir keyra úr, Mörker beint á Sniperinn auðvitað. Hann er dauður, eftir buyback, Bolsterinn líka og Tusk. Þetta er bara ekki nóg, þeir bara... Cromwell reynir ekki að fyrir baklínan, Jingin er núna til staðar til að stoppa Fjörláli og Jólda bara með nógu mikið damage. Þú erum trippað alla. Bristleback er vandram, nei, hann já! Og trippur 2. Allir að buybacka. Mín klúbunum vilja klára þetta. Hann er undan, Emil Júlsar upp. Mörker líka með Stísi, hann er bara döður. Júlsi, en ég held að þetta sé að búið sko. Thomas á Bristleback. Þeir eru allir döður. Það er þú á móti heiminum. Já! Nei. Þetta var já, nei, ok. Það ekki. Þetta var skemmtilegur leikur. Ég verð að segja að mín klúburinn náðu að spila þetta ógeðslega vel hann í lokin. Bara mjög fallegt, hvernig þeir í rauninni lokuðu mappinu og tóku sér bara eitt rax í rax, tóku Rossan, fætuðu mjög vel sko. Þetta voru mjög skemmtileg teamfights, þetta voru svona fram og tilbaka, mjög mikið þessi leikur. Og það virkaði mjög mikið það sem að mín klúbbur var að gera, að þeirra line-up svona virkaði betur upp á teamfightið einhvern veginn. Þeir voru svona pressaði á réttum tímum. Já, sem 5. Já, sem 5 algjörlega. Sko. Og þá setur alveg supportanir gerðið vel sko. Já. En það er spurning, hver er MVP myndir þú halda? Ég er með nokkra sko. Já. Það er hérna Bolserlini og SG og Alfons, Emil og hérna Smörker. Sko ég verð að segja Mörkerinn var algjörlega. Náði Kopp oft og fór Sniperinn, hann bara spilaði þetta rosalega vel, bara híklaust sko. Hann gerði mig mikið, en þetta er frekar hnífjaft upp á MVP verð ég að segja. Já. En supportanir svona, veistu þetta, Korni gerði mjög mikið á báðum liðum, en supportanir sérstaklega hjá hann mín klúbbnum voru mjög svona on point sko. Já, algjörlega, sko, já, ég er sammála því að mér fannst svolítið supportanir vera mikið karrierleik sko. Já, í rauninni sko. Og líka bara svaðalegt hvað Emil Lönneberg var komið að farmi, hann var komið að það er bara styrla sko.
sem fanta var svona, maður var ekkert að pæla í þessum support, skilur, þetta bara eitthvað support með eitthvað svona support Ég held items. að sko take-away frá þessum leik ekki leikurinn sjálfur, heldur það að hann endalausa stríkið hjá Íslandsdrekanum ennþá bara, hann komin í 92% vinnurreit og hann bara heldur áfram. Já. Þannig þetta ekki sko deildin heldur bara hvort að Íslandsdrekinn detti 100% vinnurreit í lok deildar. Það góð spurning sko. Já. Ef við viljum vinna þá pikki ég Takiro. Bara first ban, Sjá þetta hana. Já. Já, þetta verður að vera play, þetta play leiksins. Ég held sko bara, þeir eru jafnir á MP, hann Mörker og Emil Lenneberg. Þetta sko, supportanir að gera öll playinina. Þeir byrja að fæta, þeir ná að snæpa karjana, þeir ná að spila þetta rétt. Þeir gera helling saman sko. Ég að segja, þetta var supportleikur ársins. En ég held sko líka Tusk og Klokk saman sé svona, getur verið hit and miss, það getur verið mjög flott en það svona, þú veist, þeir eru báðir svolítið að gera það sama á köflum. Já, algjörlega, en þeir spilaði samt vel. Þeir spiluðu vel með það sko, það alveg rétt. Polster Líni, hann var duglegur að hoppa inn með húk, nánast tiglust líka, bara eins og Smörkurinn. Þarna. Minn elski Brisselback, hann náði bara ekki alveg að... Þetta var support play líka, skilur að finna þetta pick. Jú. Ég að segja. Þetta supportleikur. Ég alls ekki bæst, alls ekki. Þessi últi hjá Krónvel var enda sexy, sko. Já. Ég að segja, þetta var gleðuguleikar, allir með einhver plays, einhver tíman. Já, þetta var bara alvöru slöggfest þessi leikur. Þetta svona leikur sem maður vil sjá, það sem mikið í gangi, menn að berjast. Alvöru Dota. Alvöru Dota. Þetta ástæðan fyrir við elskum leikinn. Þegar það svona alvöru plays í gangi. Sjáðu hana. Þetta var líka fallegt. Þetta support play. Mörkerinn var on point í þessum leik. Blinka inn. Þetta var fallegt. Já. Tjúli glaður að fá að lýsa þessu leik. Já, þetta leikur sem maður vil kasta, sko. Þetta bara eintóm hamingja sem maður segir. Einmitt. Eitthvað meira sem þú vilt segja með hennar leik, sko? Brisselbackinn, hvernig fannst þér hann? Brisselbackinn bara átti ekki alveg, ég held að Leiningsteit sé að fara svolítið illa fyrir hann og þó átti hann aðeins erfiða leik en þó hann hafi verið svo sem alveg ágætur. En ég held að þetta hafi verið bara meira PA show og Razorinn og supportarnir hjá Mím-klúbbnum voru að gera voða mikið. Þetta var bara svona mjög gott pick-up hjá hann. Var þetta offlane difference eða var þetta support difference? Ég myndi halda að þetta hafi bara verið meira svona teamfight difference og hvernig pick-offin eru gerð. Það fannst mér að vera það sem að vera aðalhásin og svo náttúrulega bara P.I. fekk að farma það svo mikið og var komin of snemma inn í leikinn sem að gerði þetta erfitt fyrir Kittakari. Já, algjörlega. Jingerinn fekk gott lane og góðan leik. Í rauninni, sko. Einmitt, við erum búin að ákveða MVP að vera supportanir Mörkurinn. Þá, ætla ég bara að segja að við ætlum að fara í auglýsing. Bara kjallaði fyrir okkur. Wait, is he switching lanes?
Já, verður velkomin tilbaka. Ég heiti Hrannar Ösil og með mér er Bergur, sælir. Og við ætlum núna að nýta tíman okkar í að fara bara aðeins yfir það sem hefur verið vinsæll í deildinni og það sem hefur gengið vel og það sem hefur gengið illa líka. Og við ætlum bara svona að gefa okkar mat á deildina bara so far. Aðeins kannski að greina svona hvað er í gangi og hvað trendin eru og svona hvað okkar predictions kannski fyrir seinni helmingina groupstageinu sem er svona að fara að detta núna í gang. Og kannski ræðum líka hvernig næsti stóri patch mun hafa áhrif á restina af deildina, að við erum núna búin með svona það byrja 1/3. Einmitt. Og það er eitthvað stórt update bara í væntum. Akkurat, TI búinn og TI patchin er að vona honum þó maður veit náttúrulega nákvæmlega hvernig hann kemur. Já, þannig að við ekki bara vinda okkur kannski í að fara bara fyrst yfir stat hjá hetjum. Já, kíkja hetjur. Kíkja á til dæmis hetjuna sem að hafa staðið sér best á mótinu. Einmitt. En besta hetjan so far, það er Jack Hero. Eins og þeir ræddu á hann í kastinu að hann stóð sér frábærlega þegar Emil í Lönnenberg spilaði hann. Já. Hann situr í 91% win rate. Já, rosalegt win rate í, hvað, þetta er alveg 10 leikir, eða ekki? 11 leikir, jú. 11 leikir, já. Þannig að það er 10 sigrar og 1 tap og ég held að, hver er þín sýn á því að okkur honum gengur svona vel? Þú veist, hvað er, þetta er náttúrulega Íslands vinnur, þannig að af hverju gengur honum svona vel? Náttúrulega eitt með þessa hetju, hún er rosalega stable in general allavega svona í þessum leikjum hvað var þar bæði laning stage og síðan bara svona impact basically, impact floor eða þannig, ef maður tala hann er alltaf að fara að ná að setja AOE spila út í teamfights, hann er alltaf að fara að ná að stönna eitthvað fólk, hann er alltaf að fara að ná að secura laneið sitt allavega að einhverju leyti, hann er búinn að vera að vinna flest lanein sín í þessu móti held ég, þannig að að geta fengið þetta allt frá 5-munniðinni og svo náttúrulega bara svona, hann er svona hetja sem enablar rosa mikið teamfight fyrir bara, það er bara svo ótrúlega mikið value að hafa allt þetta AOE control og damage, þá getur þú pikka hetjun eins og Shadow Shaman, eins og Lich eða eitthvað, kombor vel með hetjum eins og Mars sem að sést hérna, ótrúlega góður með svona AOE controller hetjum sko. Einmitt. Þannig að ég held að þetta sé svona þetta aðalega sko. Ég held líka eitt sem að kannski margir pæli ekki alveg í og sem ég held að sé alveg valuable er innheitið hans að hann tekur svo ógeðslega stuttan tíma fyrir hann að deorta, þannig að miðum fight þá bara hendur einhverjum sentry niður og er búinn að taka út visionið hjá óvinna liðinu bara strax þegar að flestar support hetjur eru náttúrulega með mjög takmarkaðan attack speed og þurfa að eyða talsverðum tíma í það. Já, einmitt. Hann þarf bara að ná einu successful attacki. Góður líka í, í svona fætunum í kringum pull-kampana í afleikjuminu. Þá náttúrulega er hann mjög hraður að dívorta og svona þessi leikur sem fer í gang þegar þú reynir að blokka kampið, hinn reynir að afblokka allt þetta dót sko. Og við erum svona, þetta er hetjur sem er mjög erfitt að bullja út sem fjarki. Það er ekki margar hetjur sem að mæta á leinið og geta bullja út í kýra nema kannski, klokka eða eitthvað. Þannig að hann er bara, mjög stable svona. Jack Hero er líka mjög auðvelt með að búa til, ef að core matchupið er gott, áttu mjög auðvelt með að búa til 1v1 situation fyrir core-in. Einmitt. En síðan sömuleiðis líka, getur jafnvel endað þannig að þú nærða að harassa hinn supportinu úr leini og þá ertu komin í 2v1 á móti hinnum gæðanum. Einmitt. Og eins og sást hérna fyrst í hælitinu þegar mittlið allt og heimski voru að spila hérna Jack Hero CK. Þá var einmitt svolítið hann að næra að harassa Shadow Shaman úr lein og síðan er bara stönn frá CK inn í Reality Rift, inn í slow frá Jack Hero og hann bara axinn alltaf döður. Og ég held að það sé mikilvæg partur að þú nærða snjúbolta út frá leinu og nærð góða leini fyrir kóriðin. Held þetta líka, þetta er hetja sem að tempóð hans hendar ágætlega í þessum leikjum. Hann er ekki super fast, hann er ekki að mæta á mitt og ganga á 3 mínútu eða eitthvað. En hann er svona,
á næs, hann er svona, þú veist, hann er næs hiti til að spila með Underlord, með þessum Aura strat, bara, þú veist, góður þegar þið byrja að grúppa saman, provætar ógeðslega mikið af bara einmitt AOE spellum fyrir teamfightið þitt. Og já, svona ég, þú veist, held að þetta sé svona stóru línum með Jakiro. Líka eitt sem ég vil nefna í lokin er að sko, þú veist, hann á auðvelt með að splitta, ekki splittpusha, en hann á auðvelt með að pusha út waves, þannig að hann fær náttúrulega mikið af lastitum og meira farm en aðri supportar út frá því. Og hann er góður líka bara í að venda hægróti, getur hent út últinu sínu og þú veist, það er ekkert katastrófik að henda út últi bara til að klíra krypið og kaupir hálfa heila mínútu í viðbót. Og síðan líka það að þú veist, þú getur keypt þannig sé hvaða item sem er í leiknum. Þú getur alveg, þú ert að eiga mjög góða leik og getur farið í einhverja auka ári. Svo getur líka bara farið í Jules, Forstaff og eins og við sjáum hann áðan í þegar hann átti góða leik á Jakiro og hann kom í Jules, Forstaff, Axe inn í Hex. Þannig að hann býður upp á, þú veist, item sem hann getur keypt, gerur hann kleift að bara leysa svo mikið af toolkitin sem hann vantar. Já, algjörlega. Hann getur fengið það í gegnum item líka í staðinn. Og þetta er mikilvægur punktur, hann er góður að push it lane sko, og það skiptir alveg máli eins og við sáum í þessum leik, þú veist, Jakirin var alveg kominn á par við Korana í hinleginu, bara þú veist, af því að það er svo mikið space á mappinu. Þú veist, það eru svo margir kampar til að farma, þegar þú kemst í góða stöðum á óninum þá getur hann fundið farm út allt og ef þú ert náttúrulega að verja þá er hann góður í þeirri stöðu líka. Já. Og eins og Kitty Carry áðanlið hefur með Clock og Tusk support og báðir eru mjög lélegir í að klíra waves. Þannig að í þannig stöðu er sérstaklega svona gagnlegt að hafa Hetjus og Jakiro sem að getur unnið á þetta ef að supportar eru að fara á sideline. Það geta hættulega farm. En já, næsta hetja kannski sem við viljum ræða er kannski Nature's Prophet. Já, Nature, einmitt. Það er eina hetjan með 100% vinnur sem er, eða þú veist, sem er búið að spila oftar en 2-3 ár. Já, einmitt. Búið að spila á nokkrum positions, en hérna Ill er búin að taka hana á fjörkanum og svo er, já, verktökuþjónustan og Kuti er það ekki sem er búin að spila hana á sem mid og carry. Jú. Sáum náttúrulega, þetta var mjög öflug hetja á TI sérstaklega í finals. Carry Nature's Prophetin, sko. Já. En já, þetta er náttúrulega hetja sem geta verið mjög aktív og þú veist, það er mjög hún svipið á Underlordin í því að hún getur joinað alltaf, þú veist, alls konar fæta. Gerir, svona hetja sem gerir ekki, þú veist, það mikið on its own, eða þú veist, hún er ekki flashy að því leyti, en hún fyllir í rosa margar svona eyður einhvern veginn. Já, og sjáum hérna það sem er í gangi hérna Dr. Vistin að spila, þú veist, hann stilur vistumrúlinu, hann er að ganga, hann er með sterkt últ. Og þú veist, ég held að nýja spráti sko, með þessu bursti er alveg tölvöld betra núna en það var fyrir 1 ári. Það er mjög gott að fá þetta damage bara út strax sko. Það gerir alveg mikið fyrir hetjuna. Hann er komið með svona auka burst fyrir utan últið og fyrir líka náttúrulega það að þú þarft ekki lengur að tímasetja últið eitthvað frábælega að það mun skoppa að eilífu. Já, akkurat. Þannig til að hann er búin að hitta alla sýnilega óvinni. Þannig að já, svona hann, og þetta er náttúrulega bara mjög þægilegt bild af að core profitin að hann kaupir þetta hérna þetta sem sagt gleipni og í rauninni þegar hann er komið með það þá er hann með damage control, þú veist catch, góður farma, þetta er svona þetta mjög, þú veist, smúþar út svona mjög mikið af hans einhvern veginn eyðum eða þú veist. Og sér líka svona hann náttúrulega, þú getur pikkað hann snemmi í draftinu og sen getur flexað hann á basically alla stöðurnar. Það er freka flókið að counterpikka hann nema á sért alveg viss hvað spilari er að fara að spila á hvaða leini. Já, einmitt. Og já, við höfum ekkert séð þess að hetju verið að targeta, þú veist, hún svona, maður vill eiginlega ekki vera að targeta hann eitthvað það mikið, því maður veit að það er að koma önnur hetja, þú veist, það er að fara að koma eitthvað middari eða eitthvað carry eða eitthvað sem maður vill kannski frekar fókus á, sko, af því að, þú veist, þó að og líka það er svona dæmi eins og gamla leiðin til að counterfjörinu var náttúrulega rosa mikið creep clear, þú veist, taka hetjur sem að geta eðalagt tríandana, en nýji tríandinn bara
það er ekki eins sko, þó þú pikkir Nei. Timber á móti honum, það gerir ekki það mikið og hann er alltaf að fara að fá þetta svakalega base damage buff bara fyrir að vera með litla treðandir með sér. Þannig að það er svona ekki alveg jafn skýrt sko, þessi counterpick er ekki alveg svona skýr og þau voru einhvern veginn með gömlu versioninu heitinni. Og einmitt í leinunum sér maður líka hérna, hann hafði verið með að lasta þetta á Denaya bara út af þessum treðan. Það var náttúrulega nerfað núna og við höfum ekki séð Prophet í deildinni eftir patchin sko, einmitt. Þannig að það er alveg spurning hversu mikil áhrif það hefur. Og þetta er líka svona kannski hetja fyrir aðeins lengra komna, svona almennt. Já, þetta er smá specialist í því sko, for sure. Þannig að hérna, en já. Búin að vera mjög successful í þessari deild. Svo er það Centaur sem er með held ég bara flesta leikina eða eitthvað, er það ekki? Jú, Centaur er bæði búin að eiga gott success og hefur verið mjög vinsæll. Pikkuð í 15 leikjum og er hæsta pick rate hetjan. Já, og með mjög gott vinnrate með við það. Já, og er með 67% vinnrate, þannig að hún hefur unnið 10 af 15 leikjum. Einmitt. Og þetta er líka svona klassísk íslensk hetja þannig að þetta er svona allir geta pikkað Centaur og allir geta spilað hann og hann býður upp á svona valuable bara svona verkfæra sett sem hann tekur með sér inn í leikinn og getur bæði verið initiator og getur verið tank og getur líka verið hjálpa liðinu að komast út og resetta og eins og við sáum líka á TI þegar ég var svona tanki með þetta getur verið mjög valuable að ná að resetta fight, bara fara inn, nota allt drastlið og koma sér út í 5 sekundur og fara aftur inn. Einmitt. Og sem verður hann líka bara svo ógeðslega tanki og hann getur keypt allar árnir í leiknum eftir hvað leikur þarf, hann á stabíl lane og það getur alveg verið flókið fyrir sumar karrihetjur að spila mótunum í lane sko, að þú þarft eitthvað magic damage á hann í lane-nu, annars ertu bara svolítið að drepa sjálfa þig. Já, og þú veist þetta build sem hann fer í þetta bracer build og þú veist það er svona hann er alltaf bara verið meira tankið með hverju levelinu þú þarft svona eða svona miklum resources sem ég sjötta niður og svo er hann þú veist þó að þú sjöttar hann niður þá getur hann bara að fara í passive buildið og farma neutrals og svona þannig að 6000 max HP og er ekki einu sinni komið með hjarta þarna, hann er bara með pípu, Crimson, Sivas og 1 bracer, 7000 HP. Akkurat. Það er náttúrulega komið með Shardin líka. Það er svona, og já, þetta hefur verið mjög góð hetja í þessu þessum Aura-patchi. Náttúrulega virkilega aflögt að vera með Centaur með bæði, þú veist, eins og Magic, passive Magic resistir frá pípunni, 10% Magic resist, vona alltaf HP. Barrierinn frá Crimson Guard er náttúrulega þetta er eiginlega besta einnig til að vera með það því að þá farið við strength, damage block út frá strengthinu. Einmitt, já. Þetta var svona líka áður en Aura-in voru buffuð, ég sá ekki Crimson Guard í heilt ár held ég nema bara á Centaur einmitt. Já, einmitt. Akkurat. Þannig já, hann er svona frekar stable og það er kannski einmitt það sem er áhugavert við hann er að þú veist, það hefur ekkert gengið, þú veist, það verðist er ekki góð strategía að reyna counteran í lane-inu, þú veist, þessir klassísku counterar Monkey, Ursa sem við erum að fara að tala um eftir eru bara ekki að vinna leikja mótunum, þú veist það er eins og hann provider bara svo miklu meira heldur en bara þetta lane, sko fyrir, þú veist, og það bara verðist ekki vera worth it að eyða einhverju miklu púðri í einhverju lane counter þegar heitin getur bara farin í woods Kit Blade Mail og Mighty Fight á 12 mínútum. Af því að við höfum einmitt séð, sko ef við byrjum svona að tala eins vesturheitunum líka, Ursa er með 5 töp í 6 leikjum. Einmitt. Og hann hefur einmitt verið pikkaður svolítið inn í line-up til þess að countera þennan Centaur í lane og það bara er ekki að ganga nógu vel upp samkvæmt tölunum. Einmitt. Og ég held að Luna, af því sem ég hef séð, finnst mér Luna að vera svona besta karriinn á móti Centaur í lane. Hann býður upp á náttúrulega magic damage og sen getur líka svolítið bara ignoraðan og farið að farma snemma. Þannig að hann er ekki búið til jafn mikla pressu á þig og hann er kannski að setja á aðrar hetjur, sko. Einmitt. En já, við byrjum kannski aðeins að tala um Ursu. Hann hefur alveg verið pikkaður sem svar við Centaur og Underlord líka, náttúrulega klassísk counter á Underlord. Einmitt. En hefur ekki gengið nógu vel og jafnvel þá að við séum með Ursa specialist. Þeir ná ekki að láta hann ganga. Dr. Baby að spila hérna móti ykkur karri akkurat. Og
Sko ég held líka að partur af því af hverju Ursa hefur aðeins klikkað er að eins og við segjum hérna Ursan er að fá fyrsta 80s á 25. mínútu. Ég held að af því sem ég sé líka að liðið eru ekki nógu mikið að prioritæsa þennan 80s á Ursu. Þú veist, þú ættir að ef þú ert að pikka hann inn í Centaur eða Underlord til dæmis og ættir að ná að vinna leinið og síðan fá tvo gæja með þér í rós bara á milli 15 og 20 mínútum sko, og maður hefur jafnvel séð það ennþá fyrir sko. Einmitt. Þannig að það er kannski að það mjög Ursa ekkert verið á svakalega slæmum stað sko, og hún býður alveg upp á mikið. En það er mjög hröðið heiti líka og við kannski hefum séð liðin ekkert verið að spila ótrúlega hratt sko, on average og þú veist og líka kannski er þetta, þú veist, það verið snúast rosa mikið í þessu óra meta sem hefur verið í gangi að þú veist að carryin, þú veist, þú vilt að offlanein sé tankgæinn sem kaupir óra-iteminn og prófa að eitthvað teamfight utility og getur soka damage og svo viltu helst að carryin sé einhvers konar heiti sem getur, þú veist, verið með building pressure og þú veist, hjálpar að taka objectives þegar þú ert búinn að taka teamfightin með órunniðinni og Ursa passar einhvern veginn svona, hún er svolítið awkward í þessu, hún er góð í að drepa hina óragaurina en hún er ekkert góð í að drepa bingar, hún er ekki góð, þú veist, hún er líka svona tankhetja að einhverju leyti, hún er góð í að fara inn, drepa eina hetju, bakka aðeins, koma aftur inn, drepa aðra hetju en þú veist, það verðist henta aðeins betur þegar þú ert að runna þessi Underlord strats og svona að vera bara að ef þú farið Lúnu með þér hún mæti bara, þú veist getur bara fókus á að gera damage það er ekki að koma blink, það er ekki að koma neitt defensive í rauninni og getur bara enda leikin á 20 mínútum Ursa getur ekki gert það, hann getur tekið rós hann getur gert svona eitthvað annað dót hann getur alveg farmar hratt en hann passar ekki inn í þetta svona traditional carry roll þar sem hann er building og þú veist svona AoE damage dealer og building killer sko. Hann virðist líka ekki verið að ná að setja það mikla pressu út úr leininu á mappið. Þó hann eigi gott lein, þá næri hann ekki að setja þessa pressu sem er klassist að vera með 15 mínúna Blink Battlefury úr sér hlaupandi mappið að drepa alla. Einmitt. Og það lane win bara virðist ekki vera nógu mikilvægt. Nei, sko. Einmitt. Og svo við talum aðeins líka tempo eins og við sagði ráðan að meðaltíminn í leikunum er slétt 38 mínúta so far og ég heldur svona kannski klassísku úrsuleikinir eru að enda kannski aðeins fyrir það allan á kannski kringum 30. mínútu og það sem er svona sterkt við að ná 80s bara á korteri er að þú getur fengið næsta 80s og rósbannir á 25. mínútu og þá ertu komið með líka út með kannski Blink Battlefury, BKB og Basser og síðan 80s og Rose Banner hann á vinnufætt, getur verið high ground Glyph skiptir ekki máli þannig já, ég held að liðið séu ekki alveg nógu vel bara að utilisa það sem Ursa býður upp á og það virðist vera meira safe að taka hiti svo Lúnu eða Medusu eða eitthvað svona hardcarry sem að skeilar betur inn í leikgame en já, önnur svona underwhelming hetja er Pudge sem er líka, hefur náttúrulega klassískt verið mjög vinsæl hetja í Dota. Já, fólk elskar að spila Pudge. Og hún hefur minn góði millin er að spila leik. Og Pudge hefur líka verið spilaður í bæði mid og fjarka. En það virðist ekkert ganga upp fyrir greiði Pudge. Nei, það er búið frekar underwhelming. Þetta hérna erum við með nokkra klippur af fólki að vera með allt og fá points í flash heap sko. Já. Þetta er reynda sjúkt play hérna hjá Peppi. Þetta er sjúkt play. Kemur krókur, nær æsklá hérna undir turninum. Já, en einmitt sko, okkar mat á það er að allan út að spila core Pudge að fókusa aðeins minna á hookinn og setja hans fleiri stig bara í flash heapið sko og verða þessi tankigæði sem getur síðan keypt Axe og Sivas og Bloodstone og eitthvað svona. Þetta er vandamáli sem leikum að leikurinn er að vera vunnin eða tapaður áður en að menn á að klára Axið sitt sko. Það, þú veist. Og það er ómikið verið að hlaupa appi að reyna að ná einhverjum krók í trjánum frekar en bara að farma sko. Já, og þessi hetja náttúrulega bara á hvor spilar fyrir Axið, þú veist, það opnar öll item choicesin, þú veist, þá getur þú keypt Shiva, þú getur keypt BKB, Heart, Bloodstone, þú veist, allt þetta dót virkar eiginlega bara ef þú ert með Axið
Einmitt, nákvæmlega. nú þegar sko, þannig að það vantar aðeins upp á þetta. Þeir sem hafa verið að spila mid-putts núna og eru að maxa til dæmis húkinn og kaupa sem bara þetta klassika eitthvað blink og eitthvað svona, þú veist, þú ert bara með 2 fjarka í liðinu. Já, sko. það er nefnilega, já, þannig að því að þessi svona putts in theory, þú veist, hann ætti alveg að virka ágætlega með þessum oragæjum, þú veist, með einhvern offlaner, passa að kaupa pípu fyrir þig, þú veist, þú þarft ekki að kaupa það sjálfur, þú benefitar geðið mikið frá auka resistinu, en svona in practice þá bara hefur þetta ekki verið að ganga upp hjá fólki svo far sko. En þó að sé alltaf gaman að sjá putts sko, og svona, þú veist, fjarkaputsinu náttúrulega eins og öðruvísi, þá ertu mikið meira að spila upp eitthvað svona, þá náttúrulega ertu actually að spila upp á krókinn og bjarga og borða gæðina og eitthvað svona, en það er náttúrulega eins flóknar gameplan, þú veist, smá svona erfiðar að executa það, ætla að vera eitthvað sjúkur fjarkaputts, að ná einhverjum dandy hooks út allt til að vinna leikinn þegar þú ert í einhverjum svona leik sem að skipti máli. Einmitt. Og við sjáum sko, putts hefur verið spilaður í 5 leikjum og tapaði öllum. En hann hefur líka verið bannaður 5 sinnum, þannig að það er greinlegt að sko lið nenni ekki endilega að spila móti putts og það gæti alveg verið að putts hafi verið bannaður á svona crucial momentum þar sem hann hefði mögulega átt fína leik, er hann bannaður út. En já, við getum kannski rætt aðeins núna hetjur sem hafa verið mest spilaðar og mest bannaðar líka. Mest contested, akkurat. En Sun King hefur verið mest slegist hann. Og í 80% leikja hefur hann verið annarkvort pikkaður eða bannaður. Einmitt, hetja mótsins International. Já, einmitt, nákvæmlega. Talsverðan bannhammer á sig eftir það, skiljanlega, en já. En ég held sko... Hann hefur ekki verið að sýna neitt sérstaklega sterkt performance í leikjunum sem hann kemst í gegn. Nei, hann hefur líka alltaf þegar hann kemst í gegn og hefur hann held ég verið first pick bara langa oftast. Og sjáum hérna, hann er með 40% win rate og þannig að, já, hefur sloppið 10 sinni í gegn og er með 40% win rate og 58% ban rate. En náttúrulega það sem að Sun King býður upp á í svona dröftum er náttúrulega og veist ekki hvort hann sé að fara middið offlane og hann getur, þú veist, hann svona klassiska bildi er Bloodstone og Blink og svona dóta en hann getur síðan keypt það sem liðinu þarf. Já, hann getur keypt allar árunar basically. Getur keypt, já, bara allar árunar og getur líka farið bara auka damage og... Axið mjög öflugt. Já, en hann var nú heldur betur nerfaður núna og þannig að við munum kannski... Hvort við séum eitthvað að fara að sjá mikið meira. Að ég man sko... Það voru spilaðar heldur 2 eða 3 viðurugnir í þessari viku og ég kíkti á Strats síðan okkar fyrir það. Þá var hann með herra bannreit sko og var ekkert bannaður. Ég held að hann var bara alveg ignoraður núna í síðustu leikjum. Já. Þannig að það virðist vera að hann sé að fara færast í burtu frá honum. Já. Síðan næsta hetja er Trian Protector. Já, einmitt. En hann er hann og Underlord eru næst mest spiluð hetjunar. Já. Tríandinn er með 58% win rate þannig að hann hefur unnið 7 leiki og tapað 5 og hefur líka verið bannaður talsverð, hann er búin að bannaður í 4 leikina. Einmitt. Frekar öflugur svona safe lane support, gefur mikið í laneinu sinu, þarf ekki mikið af itemum til að function í leiknum. Einmitt. Virkar vel í svona 5-man Dota sko. Og býður líka, hann er svona svipað á Jackeru kannski, hann býður upp á að þú átt alltaf sterkt lane eða sama mikro út af parmi og klassísk kombo er eins og Treant Luna Treant Rá, já og síðan líka málið með Treant að því hann spilar svo öðruvísi heldur en aðrar aðri melee supportar að þú veist, þú getur alveg pikka double melee lane með Treant og það skiptir ekki miklu máli. Einmitt, hann gefur náttúrulega heal, gott svo steinilínu og rosalega góður að man-uppa. Getur með þetta skrýtna playstyle sem hann spilar í trjánum. Einmitt. Þannig að já, ég er bara mikill Treant áhugamaður og vona að þetta haldi áfram. Einmitt. Underlord hefur ekki alveg verið með, hann er svona frekar lélegt win rate. Búin að vera mjög mikilvæg hetja fyrir mörg lið held ég. Já. Svona, fólk er mikið að byggja line-up í kringum Underlord og náttúrulega þægileg hetja svona strategið komið sér pitt er mjög svona gott base til að byggja einhvern veginn line-up í kringum. Hann er líka svona almennt, náttúrulega hann er náttúrulega búin að vera bilaslega sterkur í pubs og situr bara í 55% win rate eða eitthvað þar.
og sá náttúrulega mikið á TI líka og ég held að ástæðan fyrir því svolítið hann náttúrulega getur keypt allar árnar bara allt sem að honum sýnist þannig á eiginlega alltaf sterkt legin að þú hefur möguleikan á að pussa þig út og þú hefur möguleikan á að creep-skipa og sér líka þetta að Firestormin býður upp á prósentu damage sem er mjög gott í þessu tanki með þetta sko já, hann sterkur á móti öllu þessu tanki í gæðum og sér líka þetta map presence að hann getur joina hvernig sem hann getur bjargað fólki og hann getur já, við erum búin að sjá fólk mikið spila með geiti sko vilja joina fight með Underlordunum sem er mjög gott move sko og persónulega áttaði ég mig ekki alveg á því af hverju hann er með 33% vinnir til okkur en hann er náttúrulega vanlega first pickaður af því annars hann bara bannaður og já, ert þú með einhverja einsýnin í það okkur að hann hefur tapað svona mikið í þessari deild? Já, ég veit það ekki, þetta er náttúrulega þú veist, það er stundum með svona vinsaluheitinu sem er svona þú veist, þetta hefur verið í fortíðinni með Jakiro Jakiro er mjög gott á mót núna en í fyrri mótum þá var oft svona default dæmi hefur fólk að bara peka Jakiro þú veist, kannski ert ekki með eitthvað mjög sterkt gameplan hvað að gera en þú veist, pekar eitthvað svona basic heiti sem að gefa þér marga hluti og það getur oft verið, þú veist, að önnur lið sem hafa kannski sterkari hugmynd hvað þau vilja gera í leiknum skilurðu koma þá út á head Já, það er það er kannski góða punktur það gæti alveg verið að einhver lið horfi á Underlordun og hugsi bara að þau vilji fá hana því að hann er sterkur í pubs og svona en það er kannski ekki endilega margir Underlord specialists sem eru að spila hann Ég veit, þetta er svona, fólk er kannski út að henda offline-inu sínum bara á Underlorda því að, þú veist, það er hægt að peka hann og hann er með svona basic heitja, eitthvað. Og býður upp á mikið, þannig að já, verður spennandi að sjá bara hvað gerist með Underlorda því að mínum að þið var hann ekki bannaður nærri í nóg, nerfaður nærri í nóg. Nei, ég veit, allavega miklu minn en Sun King. Já, einmitt, og miklu minn en Kunga til dæmis sem við sjáum sem er fjórða mest spilað heitjan og er þar með 5 leiki sigra og 6 töp. Þegar maður horfir svona yfir þetta line-up af mest byggu heitunum þá finnst manni Underlord mega mikið sens sko með það er gott að vera með þetta percentage þátt. Við sjáum að efstu 5 heitjunar eru allar strengt heitjur líka. Ég veit. En hérna það er svona nokkuð pick sem eru búin að finnst mér sem er aðeins svona að koma inn í metagame núna, sérstaklega Timberso. Sjáum náttúrulega Cromwell er Timberso gæi sko, specialisti. Já. Þekktur fyrir þá heitju, náttúrulega mjög næs heiti alltaf kvötta niður þessu strengtkóra og kannski svona myndast meira rými fyrir hana núna þegar það er aðeins byrjað að nerfa orðnar og hérna já svona þú veist Timber getur átt mjög næs leiki ef hann leitt gegn á móti mikið af þessu svona hérna mikið af þessu tanki hérna hrúu line-upum sko. Já, einmitt. Og einhverju svona heitir eins og Necro sem maður svona, þú veist, já þetta gæti komið eitthvað inn, það eru nokkrir Necro-spilar, Puppafey, allavega. Líka Gústi, Súlander, já. Hann á Necron alveg inni og sáum að Beginner spilaði Beginner spilaði góðan Necro í fyrrdag. Það var ekki fyrrdag og fór ekki í Radiance, þannig að bara smá svona... Ég held að Necro án Radiance ég alveg með ekki að vinna þetta sko. Já, hann fór í bara held ég Mac inn í Greaves í þeim leik eitthvað og ég manni í hvað annar og þeir bara kláruðu leikinn og það var Luna line-up og hann bara hílaði Lununu sína og keypti Mac og þeir pussuðu basic og voru bara búin að vinna á 20 mínútum. Já, einmitt, þannig að bara PSA hérna Radiance og Necro er ekki jafn sterkt og maður heldur. Nei, alltaf sérstaklega ekki að planið þetta að gera eitthvað annað heldur en að lemja Creeps fyrstu 15-20 mínútunar. Það er alveg möguleiki að hann sé með 0% vinnur í íslenskum deildum. Já, það er alveg, ég myndi segja ágætur möguleika á því. Já. Radiance og Necro. En hann er náttúrulega, hann var alveg ignoraður á TI. Já, einmitt, það var ekkert pick á hann. En það er náttúrulega tölvöld auðveldra held ég fyrir þessa pro-gæja að countera Necron heldur neð fyrir hinn almenna Dota-spilara sko. Einmitt. Þannig ég skil alveg, að ég sé hann alveg af og til í mínum pubum og hann lítur alveg ágætlega út stundum þar. Sérstaklega ef hann er ekki counteraður eitthvað smá í draftinu. Einmitt. Svo náttúrulega ein heiti sem við kannski kringum tala sem er Windrunner sem er mikið bönnuð. Ég hef ekki endilega séð hann í mörgum leikjum en hún hefur alveg verið nokkuð öflug í þeim leikjum sem hún er spiluð. Já. Tiny Kuti átti góðan leik á
einhverju góða leiki á henni Mhm. og já, ég veit ekki alveg hvernig senstu Pats fór með hana. Mér finnst þess að hún sé Það var eitthvað á kúldónu á últunu, þannig að hún getur eiginlega ekki lengur erfitt fyrir hann að farma með því núna eins og var að gera, hún var bara eitthvað að poppa últinu í triangul. Það er aðeins erfara. Frekar mikið overtuned, svo heiti það. Já, og sér náttúrulega Gleipnir tekin smá í bakarið. Ég allavega eftir patchin hef ég sjálfur ekki séð Windranges í mínu leikinn. Nei, einmitt. En hvað ef við verum svona að reyna að sjá fyrir okkur hvert þetta meta að þróast út frá svona núna því sem þessum helminga grútstæðisinu. Þú veist, erum við bara frá að sjá Centaur í öllum leikjum? Og Jakiro. Centaur og Jakiro. Eða bannar í öllum leikjum, maður veit ekki. Já, það er svona hetjur sem að poppa upp hjá manni, maður svona, ok, þú veist, hvað með, svo er eitthvað eins og, þú veist, Rubik, ekki hetja á móti Jakiro, aftur Timbersaw, góðan móti Centaur, góðan móti Furion. Mjög erfitt fyrir Furion að outleinan, þó að hann kantar hann ekki jafn mikið að gera sko. Svo á listanum yfir bestu hetjunar samkvæmt Strats, þar sem að ég flokkaði bara eftir rating. Já, Víverinn mjög hárað það. Sáum við Dassel og Víver eru háir og það er náttúrulega Snorri og Dvergarnir. Dassel sé bara Markus Gleipnir sem spilar Dassel hana. Snorri og Dvergarnir eru bestir á þessum hetjum. Já, og Víver líka jafnvel, er það ekki? Jú, líka, ég held að þeir hafa spilað hann allavega 2, 3, 4 sinnum. Já. Svo Tiny og Tech sko með inn, Voidspit held ég bara TSR eða hvað? Nei, er eitthvað annað liðan það? Já, ok. Allavega Axel er búinn að spila Voidspit eitthvað, það gengur vel. Já, sko, þeir spiluðu líka Voidspit held ég á Snorra og Dvergunum. Já, ok. Já, og síðan Engine líka hann Sjö Líf í TDE hefur náttúrulega spilað hann frábælega. Já, einmitt. Hann er náttúrulega mjög öflug hetja fyrir það sem að hafa vald yfir henni, sko. Já. Og síðan Shadow Demon líka það sem að Beigli hefur átt stórstjörnuleiki. Já, einmitt. Já, við sjáum sko hetjurna sem trompa svolítið öllu Jakiro og Centaur, en við sjáum að meira að Jakiro hefur bara verið bönnu í 7,5% leikja. Já, einmitt. Málið með það náttúrulega svolítið líka að þú vilt ekki eyða... Þú vilt banna Jakiro, sko. Já, þú vilt frekar banna örugglega eitthvað svona aðeins meira spesial fyrir annarkvort sem er gott á móti draftinu þínu eða sem að hitlið er ógeðslega gott í. Einmitt. Og við sjáum að Víverinn með 25% bannrate líka. Einmitt. Shadow Demon 35% bannrate. Já, það er eitthvað... Það er alveg mikið sko. Ágætlega hátt sko. Og fer svolítið, ég held að Shadow Demon sé líka hetja sem fer svolítið fram hjá manni og það er mjög vont að spila á móti góðum Shadow Demon. Já, algjörlega. En svo eru svona hetjur eins og, þú veist, Medusa, Warlock, Abaddon, mér finnst þetta allt hetjur sem eru virkilega sterkar núna, eiga eitthvað inni sko í þessu móti mögulega. Já. Við erum búin að sjá einhver Warlock pick, hann kemur ekkert upp á startunum sko, en hann er ekki allan ekki á toppunum og ekki á botnunum. Nei, það er alveg jákvæmt líka sko. En það er svona heiti sem held ég hendur ágætlega fyrir þetta svona super teamfight. Þú veist, við erum að sjá liðin eru alveg að fíla að mæta 5-5. Þú veist, það er og Karri spilararnir eru mikið að mæta líka. Einmitt, við höfum alveg séð sem margir horfðu á TI og fylgdast með það að Karriar voru kringum 6 mínúturnar að fara í geitið og drepa óvinna Karriinn, fara tilbaka og þá getur við mögulega líka þá leysir upp pressuna sem að myndast mögulega kringum XP-rúlið fyrir liðitt. Þannig að maður hefur alveg séð það líka hérna í þessari deild. Akkurat. Að Karriar eru að gera það. Einmitt. En það er svona, mann finnst frekar að vera exception sko, ef það er Karri sem er bara alveg búinn að mjúta sig og er inn í Woods. Kannski svona, Luna stundum þegar hún far mjög góðan leik og getur bara ræsað farma item sitt og mætt síðan sko. Það er kannski eitt sem ég vil tala um líka er að lið mætti alveg byrja að skoða meira allan að því sem ég hef séð er mjög mikið svona lið bara of mikið að forsa að spila eins og 5 saman. Já, það er eitthvað um þetta sko. Ekki, þú veist, þau eru ekki að splitta farminu nógu vel, þau eru ekki að eyða nógu miklum tíma í að lemja creeps og eru ekki að fylgjast nógu mikið með hvar creepuðin er á mappinu, veist, hvort þau séu að pusha inn í og hvort það sé góð tímasetning til að taka fight. Þannig að mér finnst að lið þurfa aðeins að
flest lið geta hort bara á sig og pælt í því. Erum við að lemja no more creep? Já, eins og maður sé Frikka reglulega í chatinu að segja öllum að mjúta sig og segja öllum að lemja creep. Já, og ég í kastinu, tek reglulega undir það. Já, sannlega. En já, við getum kannski skoða líka hetjur sem að hafa bara verið hunsaðar. Það hafa verið svona klassískar hetjur sem hafa verið hunsaðar er til dæmis eins og, þú veist, Faceless Void til dæmis hefur verið hunsaður alveg held ég. Ekki einu sinni bannaður, þetta er þess hetjur sem hafa ekki verið bannaðar eða pikkaðar. Já, einmitt, hvorki bannaðar en pikkaðar. Chen kemur sem á óvart en það er einmitt kannski bara spila á dæmi sko. Já, náttúrulega Snævar Vú, náttúrulega varð vinsæll Chen spilari í síðustu deild en hann er náttúrulega að spila carry núna. Einmitt. En við sjáum, það er alveg klassískar hittur inni eins og Magnús til dæmis sem að er alveg líka Íslendinga vinnur. Já, algjörlega, hann hefur verið... Hann hefur ekki verið valinn eða bannaður. Svo mér finnst svona alveg potential eins og Dawnbreaker geti ég alveg sér fyrir mér komin í meta svona núna eftir að ef fólk fyrir að peka minna strengthitjur eða svona minna tanki hrúu line-up sko. Mjög góð heiti til að, þú veist, heiti sem gæti henda mjög vel í þetta meta sem í gangi í kraftafldeildinni núna að þú veist það verið að forsa eitthvað skörmis og þú vilt vera með eitthvað gæja sem getur hoppa og joina fightinn eins og Furion, eins og Underlord. Já, Ringmaster er ekki viðeigandi. Já, ég veit að það eru nokkru spilarar sem bíða spenntir eftir að Ringmaster komist inn í Counter-mótið. Já, aðlega einn. En já, annars er þetta svona þessi löngu teamfights allt í, þú veist, Faceless Void, Magnus, Silencer, sem hafa ekki verið svona favorite mikið nýlega, sko. Já, áhugavert reyndar líka að sjá, þú veist, Sven. Já, Sven var mjög vinsæll til dæmis í seinustu kraftaflideild. Og Bounty Hunter líka, ég held að Bounty Hunter sé sko allt í lagi hetja. Já, en það er kannski bara engin Bounty Hunter specialisti sem að vill eitthvað að vera að spila nú og það er kannski aðeins erfiðara líka að executa Bounty Hunter í svona liðaspili frekar en að vera bara eitthvað innvis í pub að hlaupa mappi að valda usla sko. Þarfst líka að drafta þetta í kringum að þarfst að taka disable á öðrum hetjum og svona til að einhvern veginn að geta það nefla. En Bane líka, þú veist, Bane hefur ekki verið valinn en það er einmitt svona klassísk hetja sem að er virkilega góð í að, þú veist, hún er sterkur laner og getur virkilega snjóbolta leikinn út frá því ef að hinn lanin tap ekki hræðilega og þú veist, þú ert auðvelt með að spila með hvaða hetju sem er. Þú getur farið og, þú veist, ef þú ert góður Bane-spilari þá getur þú tekið út 2 hetjur í teamfight og disabla þriðju með svona kúinu. Nei, já, það verður áhugavert að sjá líka hvað næsti patch mun bjóða upp á. Hvort við fáum að sjá þessar hetjur, vera pikkaðar eða allan að bannaðar eitthvað meira. Já, ég er svolítið reddi í eitthvað svona almennilegt teamfight meta sko. Ég vil alveg sjá meiri tætt núna, tætt er aftur að vera góð hetja. Enigma er ennþá góður. Búin að sjá mjög góða leiki á Fjörál til dæmis. Já, einmitt. Þú veist, Silence er einmitt. Mér langar svolítið að sjá þetta kerra sig í gang sko. Warlock, þú veist, eins og við vorum að horfa, leikurinn sem vorum að horfa á hann. Fullt af teamfights. Já. Þú veist, þessi lið elskar alveg að teamfighta sko. Það er ekkert... Samt voru ekki eitthvað að risa svona teamfight úr. Nei, einmitt. Þetta er bara eitthvað bristle og tösk og eitthvað svona. Einmitt. Og ég held að fólk geta alveg, þú veist, megi alveg vera óhræddur við að bara henda í eitthvað stór ultimate í þessum pickum sínum sko. Það getur borgað sér mjög mikið í svona leikjum, það getur gefið mikla yfirhönd sko. Og sérstaklega að þú ert með eitthvað svona 2 eða 3 hetjur sem að komboa vel saman með útgáðum sínum. Hugsa sér bara eins og, þú veist, það breytir á leiknum ef að Kitty Carey var að spila Enigma í þessum leik. Allt inn í teamfightin hjá mín klúnum tvísi sem er flóknar að executa. Ef þú ert ekki með eitthvað solid silence skilur á Enigmana breytir algjörlega svona dýnamækinu og gefur þér náttúrulega yfirhöndunum bara í þessu 5v5 scenariói. Einmitt. Sko persónulega býð ég bara spenntur eftir dýragarð aftur. Já. En það er kannski ólíklegt. Ansið langt í það ef að það kemur einhvern tímann aftur. Já. Það er þau láta þetta eitthvað býða eftir sér þessi dýr sko. Já. En já, viljum við kannski líka ræða eitthvað hvaða lið og hvaða leikmenn komið á óvart. Algjörlega. Við erum búin að sjá öll liðin spila núna. Einmitt, já. Það eru svona, minnst Kuti
eru held ég búin að vera standout lið, þú veist, Sammála því. þeir eru búin að svona vinna flesta leikina sinna og það sem hefur pressað mig við þetta lið, þetta náttúrulega gamla lið okkar basically, en þeir eru að spila ótrúlega hratt og þeir eru mjög svona, minnst þeir eru að vera með mjög svona proactive line-up, þeir eru ekki að pæla mikið í að secure eitthvað late game, þeir eru meira bara, þú veist, pælið að pikka sterkar early hetjur sem geta skeilað inn í mid-game og tekið advantage og klára leikinn. Já. Og þeir eru bara búin að tapa einu sinni, sko. Já, nákvæmlega. Og Lína og Durtarnir hafa líka alveg komið skemmtilega óvart. En í fyrstu umferð held ég að verið, þá tóku þeir leik af verktakaþjónustu Bygga frænda sem er svona á blaði leit út fyrir að vera virkilega sterkt lið. Já, algjörlega. Og TT Junior líka hafa komið alveg skemmtilega óvart. Þeir eru eiga svona áhugavert storyline, sko. Já. Þeir byrjuðu svona frekar, þeir áttu einhvern erfiðan fyrsta leika, ef manni rétt. Jú, þetta er sko... Þú sáum við það í síðustu viku. Þetta er ekki alveg uppfærð stigatabla. Nei, ok. En TT Junior er held ég með allan að 2-0 og ég heldur hafi líka tekið eina viðuregn annarkvort 1-1 eða 2-0. Já, ég stendur að það sé með 0 sigrana, akkurat, já. Þeir eru þeir náttúrulega voru hérna í seinustu helgi í útsendingu og þá unnur 2-0 held ég, var ekki? Sko, TT Junior þeir eru með 4 sigra. Með 4 sigra, já, ok. Og 2 töp. Já, ok. Ég get kannski bara rent yfir hérna. Já, ok, já. Þeir eru búin að spila alla leikinu sína, það er góð hjá þeim. Og þetta er sem sagt staðan í riðli 1 líka. Já, einmitt. En já, Kuti hafa komið virkilega vel óvart og bara skemmtilega óvart. Já. Og Hope og Harry er þjálfarinn þeirra. Hann er þjálfarinn þeirra, við vitum ekki hvað er í gangi í þeirra svona war room, en... Nei, hann sem sagt tilkynnti það fyrir framan fleiri hundru manns á streyminu að það þyrfti ekki að kótið að leiða því þeir maður í gangi svo vel. Já, hann er að bíða eftir að þeir tapa 2-0. Já, þeir tapu náttúrulega einum leik, ég veit ekki hvort það sé nógu gott. Það er náttúrulega jafnteflið svona tæknilega séð. Já, það er jafnteflið basically, þannig að Kótið þarf eiginlega að tapa seríu til að nota unlocka Hope og coach, sko. Já, en jú, þeir hafa nú verið í einhverjum samskiptum, skils mér. Já, en já, svona verktakaþjónustan kannski aðeins búin að underperforma og ég held að margir hafi líka séð með svona frekar mikla væntingar til Snorra Dvergana, þannig að hefur verið mjög svona solid lið, búið að spila núna í mörgum mótum og hafa verið að improva mjög svona að bara góðu reyti, sko. Sko já, þeir sitja núna í öðru seti í þessum riðli með TT Junior. Já, þetta er ekki alveg uppfært þá. Þeir eru með þeir hafa tekið 3 viðuregnir og unni 2 tapaðirni. Já, og eru því með